keppninni sem höfður í sölusikni nema Háka. Já, herðu. Brjálæður. Já, við erum mættir hérna. Það held ég. Dogsson á laugardegi. Minni á að ef þið hitti á öll úrslitin rétt í enska boltanum, þar að segja í þessum 3 leikjum, í leikinu sem byrja klukkan 3, þá getum við unnið ferð til Marrakech. Erum við með eitthvað skiltið eða eitthvað ummyndastrókar? Þannig að við getum sýnt fólki. Það er ferð til Marrakech í Afríku í boði. It's time for Africa, eins og Gunni Birgir segir stundum. Já, sögum það svolítið ofta núti. Já, nú er komið tíma á Afríku. Einn heppinn með korrekt skor í 14:00 premleikjunum sem fylgst verið með í sóninu fær ferð fyrir 2 til Marrakech í boði GB og Doc. Það eru við tveir persónulega sem erum að bjóða ykkur að nú. Þeir eru að leggja út. Shit, það eru super subscribers. Checkið á Þú voru að borga samt. Checkið á 9 emoji-köllunum. Það er komin Gunni Birgis emoji. Það er komin nafla emoji. Þetta er allt saman orðið klárt. Og er þetta bara búlis að gera þetta? Já. Einmitt. Ég skil ekki, nú er ég á vitlaus til þess að skilja þessa chatmenningu. Já. Hérna, er þetta, hvar birtast þessi kallar? Þetta er á YouTube-chatinu. Þannig að, já, Samano er farin að henda í Cristiano Ronaldo, allt saman, já, korrekt skor í öllum leikjunum. Þetta er að gerast náttúrulega fyrir 2. Og hvar getur maður... Á Twitter. Á Twitter, á á X-inu. Hashtag Dogsson. Hashtag Dogsson. Já. Þannig að menn hafa sko 6 mínútur, þannig að það er eins gott að Það er að keyra þetta í gang. Það er svolítið að keyra þetta í gang, sko. Þetta er eiginlega early bird gets the word, sko. Já, early bird gets the word. Herra, Arnar Sveinn Geirsson er mættur þarna. Herra, það er einu leik lokið í enska boltanum í dag. Arsenal gerir sér lítið fyrir og sóttu punkt á Goodison Park. Og fara vel sísoninu. Já. Herri, þú Já, hérna eru emoji. Þetta eru rosalegir emojis. Þetta er enda geðvikt. Já. Herri, og er snertiskjára á þessari tölvu? Já. Já. Jesus. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, þetta er HP, þetta er HP. Já, takk fyrir það. Þetta er HP, kallarnir mínir, drengir. Svakalegt. Hvað erum við aftur að, já, þetta er jafntefli í dag, flott stig hjá Arsenal á móti Everton. Sko, Tommy, þú sagðir á Facebook-síðunni að það er áhyggjur af varnarleik Arsenal fyrir einvíð á móti Real Madrid. Þær áhyggjur, væntanlega, það hefur kannski bara aukist þær áhyggjur ef eitthvað er. Já, á Facebook-síðun minni þá hafði ég töluverðar áhyggjur af þessu. Já. Og við lítum á þetta í dag. Já. Með Kiwiorinn. Já. Hann er ekki nægilega góður einhvern veginn til þess að... Þetta var mikið högg. Til að ráða við Real Madrid, myndi ég halda. Já. Þetta er hvað, 0,2 held ég úr opnuleik sem það er ná að skapa. Já, en... Ég er eitthvað sem finnst Lúis Skelly líka en þá kannski aðeins og ungur. Já, var þetta ekki alveg... Hann er efnilegur. Þetta var skellilegur varnarleikur. Vá, það mælar. Já, hann er... Viltu reyr steikina? Já, hann er bara reyr. Já. Og munum við þetta eftir leiknum á Emirates, Arsenal Everton, sem fór 0-0. Ég var á vellinum þar. Já, leiknum fræga. Leiknum fræga. Hitt leiðilegasti leikur. Ég verð bara að ég man ekki eftir honum, sko. Nei, þetta var... ég var alltaf eftir honum. Skemmtilegur á Gunnarsson á vellinum. Já, það eru leikir í dag. Við slum gleyma þessum leik Everton og Arsenal. Hann fyrir hérna ekki sögubækurnar sá. Sterling með assist, samt. Hann komin í gang. Hann er heldur betur komin í gang, kallinn. Hann er komin í gang. Ætlaði að gera þetta permanent. Hvað, við Sterling? Sterling. Nei, heldur ekki. Við slum kíkja á þess að 3 leiki. Við náttúrulega erum alla borgar launina, sko, þannig að... Crystal Palace, Brighton og það er svona... O'Reilly verður nú stilt upp hérna frammi, það er áhugavert. Það er eitthvað sem segir mér að hann verði þarna eitthvað aðeins aftur á vellinum. Kíkjum á fleiri leiki sem hefur klokkan 3. Þetta er leikurinn sem að Tómas Steindorsson ætlar að fylgjast með fyrir okkur. Er eitthvað þetta sem kemur á óvart, Tommy? Já, kemur kannski smá óvart að ég bjóst þau að Fullkrug myndi byrja og Bowen eru þá á hægri kantinum en hann er upp á topp og en byrju, þetta er nú ekki Alvarez er ekki þarna, eða? Nei, hann er ekki á hægri kantinum en þetta er allt rosalega fljótandi einhvern veginn hjá Potter. Þetta er rosalega fljótandi, sko. Þannig að stöður, já, það er, og svo er gaman að sjá að Skarls er bara búinn að eigna sér stöðu vinstramegin, strákurinn ungi. Já, einn af þessum ungu og efnilegu leikmönnum West Ham
og svo þarna O'Shea, hinn eiturfljóti komin í vörninni hjá Ipswich í leika á móti Úlfon. Úlfarnir slopnir við fall. Strand Larsen, já, enn einn normaðurinn sem getur skorað mörk. Já. Getið sigurmarkið í leiknum móti Vestham í vikunni. Lúksus vandamál fyrir Stórleif Súlbakken. Heldur betur. Marga góða framhæðið. Heldur betur. Ég býð upp á hæsta stöðulinn. Nei, býð ekki upp á hæsta stöðulinn. Það er Tómas Steindorsson sem gerir það heldur betur. Já. Ég ákvað bara að halda mig við þess að 3 Premier League leiki og ég segi Palace, Vestham og Wolves. Já, þetta var bara, já. Svona bara, ég reyndi bara að vera faglegur. Já. Þetta svona tradisjonal siðill hjá þér. Já. 1x2 ekki flókið sko. Naflinn með svona baddarlegan siðilega Mini Junior og eitthvað krakka. Vinni er bestur, Vinni bestur. Gunni, þú svona ert faglegur, sýnist mér. Já, ég meina, sko Höskuldur með það að ég er alveg að búast við því að Blikarnir skori nokkuð mörg, að þá held ég að Höskuldur verði, hann þú veist, ég gerir ráð fyrir núma miðjunni með hvernig undirbúinstímabilið hefur verið, þannig að og með hvernig síðasta leikur var. Höskuldur kemur svo alltaf í færi. Tekur hann ekki líka vítin? Jú, svo hann líklega á pens. Áður við höldum áfram að því að var margir að fylgjast með úrslitakeppnunum, bæði körfubolta og handbolta og auðvitað við erum með hér menn sem að fylgjast með þessu öllu saman. Nafli, þú ert svona meira handboltamegin og FH unnu í HK svona nokkuð óvænt í gær. Það sem að, þriðja liðið var í Það er alveg takk undir það Árni og Þorvar, þeir voru svolítið létuna leik svolítið snúast kringum sig úrslitin eftir því. Ég var á einhverju hátíð í gær sko, ég sagði, neðan, þriðja liðið það er búið að taka við þennan leik. Já, það var svolítið seinni hálfleikurinn svolítið snerist þessa 2. Og 8 döðu ekki eins og til. Nei, það var þriðja liðið, algjörlega. Sko 8 er egocentrískasta stöðnismannasveit allra tíma, meir en 12. Hún söng engum sig sjálfa. 8 var aðalandur. 8 kemur. Svo er leikurinn, sko. Þannig að við fórum í frægaferði mús og 8 og gjössanlega slátur róthauginu þar, sko. Já. Bara vorum allan tíman, sko. Allan tíman. Herri, í körfunni, þá heldur Atli Kjartansson áfram að koma þjóðina óvart. Þetta run and gun körfuboltaðan sem að margir hérna myndi ekki virka í úrslitakeppninni. Tommy, það er að virka. Hvað segirðu, run and gun? Nei, hvaðan færðu það? Já, ég heyri Fann Rólusson segja þetta. NBA körfuboltinn hans Kjartans. Já. Náttúrulega bara fyrstu leikir búnir, sko. Já. En er ekki alltaf að segja bara Þeir skorað meðaltali 90 stig í leik. Já. Það er nú ekki meira það. Nei. Það er nú ekki meira það. En ertu fílan run and gun körfubolta? Tildast allavega með 97. Já, ég er ekki Altanes bara Kjartan Atli. Kjartan er svona playoff-skall. Já, hann playoff-skall. Algjör playoff-skall. Og það er enda rétt. Já, ég held að þeir fari gegnum Njarðvík, sko. Þeir fari gegnum Njarðvík, þá mæta þeir þá Tindastóli í undanúrslitum, ekki? Jú. Þú ert að gefa þeirra Tindastóli vinni? Já, það er búið. Nei, munurinn er sko í íslensku körfun og NBA. Altså þægilegt í NBA, þá er bara 1-8, 2-7, svo veistu hverju mætast í undanúrslitum. Það er búið að tekna pall. Við vitum ekkert hverju mætast, það er alltaf rísítað. Mér finnst það samt sniðugt að því að þú átt alltaf að fá lagasta liðið available ef þú vinnur. Sjáum líka eins og KR 2019, þeir eru ekki með heimavallarrétt í áttalúrslitum, undanúrslitum, en eru með heimavallarrétt í úrslitum. Ég vil bara fyrirsjáleika. Ég ætla að gefa persónlega svona páskaegg, fyrsti markaskorari, páskaegg. Og setja ég líka markaskoran á Epic. Ef ég segi Báen, nú er enginn búinn að segja neitt, ef ég segi Báen, fæ ég það það? Já, þú segir Báen. Báen. Lil Báen. Báen. Ég er ángríns, ég er svona 120% sem að Jarl Báen skori í þessu leik. Já. En það sett hann í bilderinn. Eitt túborg á mig. Sett hann í bilderinn. Eitt túborg, hvað? En Gunnar, Keflavík Tindastóll á morgun. Nei. Smegur. Er það smegur? Smegur? Nei, ég myndi nú ekki segja. Sko, ég held að lagileikurinn hjá stólunum var síðasti leikur. Þannig að Dókúri er náttúrulega meiðist. Það sem að Dókúri meiðist og leikurinn litast svolítið af því. Já, eitt svona hjá. En ég held einmitt sko, ég hugsaði eftir en leika það það sem gætt komið fyrir Keflavík var að tapa honum svona í klósleik. Við sjáum eins og hákáingarnir, þeir eru bara,
spörðuðu sig í seinni hálfleik og létu frekar valt yfir sig og héldu spilunum svolítið að sér. Sammála með að vera sammála þarna. En svo, nú kemur þú að alvöru heimili hérna nafli, en þið báðir á brotnum heimilum. Hversu mikilvægur þessi tími fyrir ykkur svona að láta hugan aðeins apríl og mæ, það er mikið af íþróttum í gangi, að það er kannski engin tími til að vera reiður? Nei, þetta eru ákveðin jól. Kannski jólin eru ekki góð fyrir okkur. Þannig að þetta eru kannski okkar jól. En var það ekki þannig að mamma ykkur og pappi komu saman kannski fyrstu jólin svona til að reyna að halda eðlileg jól fyrir Einar Mark! Wow! Crystal Palace! Herri Mateta! Hvað er það með að haust? Hann misti næstu í eira. Herri Mateta er búin að skora, stoppi í leikinn. Er eitthvað með Mateta? Siggi Bullis? Nei, ég get ekki á því Sigga Bullis hafa. Jú, láttu Sigga Bullis hafa. Siggi Bullis! Var einn undan? Nei, hvað þú? Ég vil að þú bóður það. Siggi Bullis. Við erum aldrei... Siggi hefur ekki leyft sér páska ekki mörg ár. Gjör svo Siggi. Hvað er í skjáman, þannig að fólk sjá þetta sérst þú. Hvað er hérna, nefnir. Siggi Bullis. Takk hella. Fjöldri svolítið með það. Já. Vá, þetta vannst in-house. Ég nefnilega oft spurður, sko, því að Bullis sjást svo sjaldan, þá ég oft spurður, já, er þetta ekki myndarlegir strákar eða eitthvað svona. Ég alltaf að sína, ég er með myndir af þeim á lokkskjörnum, sjáðu. Þeir nefnilega bara helvíti myndarlegir, sko. En var ekkit svona verið að reyna til þess að jólin var kannski fyrstu jólin eftir skildu? Kannski að vera saman, kannski fyrstu jólin eða eitthvað, bara fyrir ykkur börnin? Já, var nákvæmlega þannig í mínu tilviki. Það voru fyrstu 2 myndi ég halda. Ég reyndar hélt jólin með Antoni Ara árið eftir að fólkdæminu skildu. Bara á Flórida. Mótmælaaðgerðir. Á Flórida. Gerðu svona. Já. Það voru svona létta mótmælaaðgerðir þar, sko. Einmitt. Er ég ekki að meina? Jú, það var það. Það er rosalegt power move. Það voru frábær jól. Við Gunnar vorum báðir náttúrulega á þessum viðkvæmi aldri. Ég er 19. Já, ég var 19. Þú er 19. Við vorum báðir 19. Ég vissi það ekki. Já, þá er nú kannski fara aðeins varlega. Ég finnst ekki gaman að rifja þetta upp. Aðgátt skal höfð. Já, Hjörvar gerir mjög mikið að ræða þetta. Bara, þú veist, gott fyrir fólki sem er heima að vita hverjir koma á brotnuheimili og hverjir ekki. Já. Það held ég að skipti alveg þá sem að horfa máli, sko. Hér er bildurinn, það er svo sem ekkert búið að gerast í svona leik, en ég tók sénsinn, sagði yfir 6,5 hótt. Ég býst bæði þess. Þú veist að venda kvæðin í krós. Það held ég. Við erum að fara að sjá nefnilega EM fullkrúg í dag, sem kemur inn á bekknum með sleggju. Sko, við svörum öllum spurningum frá Super Shitscribers, en við svörum líka spurningum bara frá venjulegu fólki. Hvernig sjáum við hverju Leo spyr, ég veit alveg hverju eru Super Subscribers, það eru mennum með penningana. Leo, hann spyr, fáið 360 gráður frá GB vítaspyrnutækni David Raya. Svo sko, löngu farið. Ég held að sé ekki þetta að vera með hennar 360 gráður, ég get bara rétt farið 3 gráður og þá er ég komið með þetta. Ég meina, hann er svona álíka líklegur að verja víti bara á naflinn, sko. Þetta er ótrúlegt. Ég meina, ég hef aldrei síðan verið nálægt í að verja. Nei, og líka bara, hann fer alltaf svo langt á undan í hotni. Er þetta samt ekki eitthvað skemmtilegu feature? Getur ekki klift þetta, haft svo vítaspyrnukeppni, GB á móti Thomas Stendos og naflinn í ramman? Já. Ég læti hafa svona, Andri Onana hanska, Rínat. Já, ég fæ að Onana hanskana. Sá að, Anton Ari er búin að fanfeysa Onana hanska. Já. Hann er búin að vera inn og heldur. Hann saði takk, Onana hanskar, takk, eftir byggar. Hvort á ég þá vera í, sko, hvort á ég að taka Raya taktikinn að fleia mér bara löngu undan eða Start á kunna. Já, eins og De Gea gerur oft, hann sér boltan fara í hotni og skutla sér síðan. Já, það er góð taktík. Það var allir bara, Já, hann var nálægt þessu. Já, Van Bissaka veitna sínum frábæru fyrirgjöfum. Hann má ekki fá mikið tíma. Nei, þetta er frábær leikmaður. Það hefur náttúrulega verið Býtu Mark Stokkbortið. En það náttúrulega hefur verið mikil hægri bakvara krísa að vestan. Við hefum sætt okkur við Vladimir Kúfal í 5-6 ár, sko, en að fá Van Bissaka þetta er algjör snilld í rauninni. Ég talaði þetta lengi við Vladimir Kúfal fyrir utan Sexy Fish í London.
Þar var hann og ég spurði, ert þú ekki Vladimir Kúfana? Segju, heldur betur. Rakst á hann? Já, við tókum alveg 6-7 spurningar svona og sagðum að ég var frá Íslandi og þetta var rosalega viðkonulegu náungi. Já, hann bara mjög vinsæll virðist vera þarna og ég veit, oft, sko, maður sem hvít og hann í kjörbúðinu, sko, og þetta einmitt, hann bara tilbúin að tala við fólk, sko. En Sexy Fish, eru þeir að bjóða upp á gellur? Já, nei, það bara Sexy Fish ekki bjóða upp á gellur allan, ekki Skóðar og Tommy og félagar á Mar. Já, þær eru rosalegar. Þær eru svakara. Eigum að kíkja kannski á hvernig við ætlum að spá þessu sumri. Ég hendi í svona létta spá fyrir tímabilið. Aðeins áður þetta byrjar. Það spurt hvort að Nablanovic verði á Hax í kvöld. Er það staðurinn í dag? Það Hax og Át og það eru svona staðnir. Ég er át á megin. Haxarinn er góður, en til að svara spurningunni þá er nei, það er playoffs mode. Það er bara playoffs. Já, það var þessi, það er playoffs sem byrjað. Þú mættir í playoff og kíkjum á spána. Ég er Dóttar fútból spáin fyrir bestu deildina og varúð, hún er fagleg. Og á botninum verða aftur elding samkvæmt faglegri spá. Georg Bjarnfreðarsson hann í hægri bakverðinum. Á þetta þá ekki að vera öfugt mótabetti, ef þú situr á neðist þá hlýtur vestri væntar að vera fyrir Nei, þetta er mín faglega. Þetta er bara mitt. Ég tók faglega úttekt á liðinu. Nei, ég er að spyrja. Ég er ekki að reyna að vera með bandið núna liðinu. Ég er að segja, þú ert með season head to head þarna og þú velur afturheldingu yfir vestra. Já, ég valdi þetta ekki. Nei, ok. Við erum með bettur í hvert lið, já. Já, en ef þetta er 12. seti þá... Já, ok. Þetta er bara fyrir stuðningsmennina, sko. Hvað haldið afturhaldi haldið sér? Ég var alveg harður á að þau myndu halda sér, svo fannst mér að þetta er eitthvað svo litlir í þessari Marakóferð. Já, var það. Ég var að horfa á þetta, ég bara kannaðist við alveg það marga að ég held að þeir haldi sér uppi. Já, það er gera það. Þeir voru fannir að forðast mig þarna í lokin, sko, bara eitthvað, þeir voru alveg vel svart sínu fannst mér. Þeir voru spilaði með okkur síðustu 2 hringina. En þetta er náttúrulega bara faglegt, þannig að hérna... Já, þetta þykir mér nú reyndar ekki faglegt, en hver á að skora? Elmar Kári, Þórður Gunnar, Aron Jó er búinn að vera að skora vilt og galið á undirbúningstímabilinu. Í föstu leikadröðum, Aron Eli, Axel Óskar. Andri Freyr Jónasson, er þetta maðurinn sem var að drítin mörkum í annarri deildinni? Já. Einmitt. Hann skoraði einhver 20 mörk eða eitthvað í annarri deildinni. Ángríns. En sko, ætlaði að spila maggaból eða ætlaði að spila bara skynnsaman fótbolta? Í kvöld spilaði skynnsaman fótbolta. Ég hef enga trú á öðru. En hérna, svo verður spurning hvað þeir gera á móti liðin þar sem að þeir skoraði 21 mark í 18 leikjum. 2018 í annarri deildinni. Margir að spyrja ákveðum með húfu og í klippingu í gær. Já, ég er búinn að vera út í Fagra í alla morgun og með húun á mér. Þá er hárið mitt allt í bulli. Ég hafði bara ekki tíma til að greiða. Þetta er líka cool, sko. Við erum með afturheldingu í 12. sæti. Þetta er fagleg spá. 11. sæti IBVF. Og þarna eru náttúrulega menn sem geta skorað mörk. Ólfur Heiðarsson, Ómar Só. Og ég meina, það er mörk þarna. Ég held svo að segja það. Ég sagði þetta við þig í gær og þú tókst ekkert undir það. Ég bara hlusta á þig. Já, ég er alveg sammála. Það eru mörk þarna. Arnar Breki, Ómar Só, Ólfur Heiðarsson, Alex Freyr er frábær miðjumaður. En ég er svona hræðist aðeins aftar á völlin. Hræðistu? Ertu að sofa þá illa eða bara þessi óttiðin sem er frá hún? Nei, ég er bara að tala um að ég held eftir að fá þessu svolítið að mörkum. Já. Og ég held að það muni byrja bara strax í Víkinni. Það er pressa á Ólafur Heiðarsson delivery og skori heldur mörgum. Tæki svona þetta Gary Martin hlutverk hérna í Vestmannum. Tæki, munið þegar Gary Martin var markaðist í maður mótsins með IBF. Já. Það var tilfinningaþungi stund. Tómi, þú varst svona þið sunnlendingar, þið byrjaði hann söguna vel. Já, við gerum það. Sama hvort það var IBF eða Selfoss. Og það er bara mjög gott. Sko, er það uppbóðsútlendingurinn þinn í svona af þeim sem hafa komið til Íslands? Er það Gary Martin? Gary Martin. Hann er upp þér, sko. Já, sko. Algjörlega. Þarna á varamannabæknum er náttúrulega Sverrir Páll Hjaltesteð en ekki Sigurður Páll Hjaltesteð. Já, Sverrir Páll Hjaltesteð. Þeir eru með, þetta er fínt lið, sko. Og svo er náttúrulega gamli landsliðsmaðurinn.
Felix Örd Friðriks Já. hann alltaf þar Flex. Hann fer ekki neitt. Nei. Hann fer ekki eitt eða neitt. Tíundasetti þar eru við með Vestra. Það er Bót og Glimt konur yfir á móti Hamkam, ok. Bót og Glimt konur yfir á móti Hamkam í Bótu. Ég þarf að komast á leik þar. Þú ert heldur betur að komast á leik þar. En hér, sko sjáu þið, lykilmaðurinn í Vestra er Eiður Aron Sigurbjörnsson. Spennandi að fylgjast með Daða Berg og Kristoffer Gráberg. Gráberg á þess að skora nokkuð mörk í sumar. Já. Ég held að það sé alveg Þetta er bara fínt lið, ekki? Jú. Við erum líka bara með breytt, sko. Þeir eru náttúrulega með Kleipara Gethekka Gunnar Jónas á bekknum. Síla Songani er náttúrulega mjög öflugur leikmaður. Túfa er búin að skora hellingu undirbúrstíma. Ég held að Túfa hafi setti Túfa ekki bæði á móti Stjörnunni. Gat verið í lokaða æfingaleiknum. Gat verið að Tómi Stendors veri Túfa maður. Þetta er gladdan. En þessir öftustu þrýr, ég held að sé ekki margar varnir sem að bjóða upp á betri öftustu þrjá heldur en Vestri. Ok, það voru gaman að sjá þetta. Það er minn 2% og Gísmit náttúrulega frábær markmaður. Já. Höldum áfram og förum í 9. sætið. Það eru Framraf. Ég ákvaði bara að setja á númer 9. Er ég á svartsýtinu eða? Já. Ok. Ég heldur verið nærið að vera, eins og segir hérna í mótavegumálinu, ég heldur verið nærið að vera top 6. Ég heldur verði top 6. Já, allavega svona fyrir mót einhvern veginn finnst manni einhvern veginn káa einhvern veginn svona líta verð út en fram til dæmis. Já. Er Fred heill? Fred er heill. Fred er heill. Gummi Magg er í Revenge mót. Vúk er loksins svona að fá endur nýjum lífdaga svolítið. Þú veist, þeir eru með frábæra bakverði í Harald. Erum við F-fæðingar búin að missa Vúk? Við erum búin að missa Vúk. Þið eru nefnilega búin að missa Vúk. Já, þetta var bara faglegt og við reyndum bara að halda þessins faglegu við gátum. 8. sæti Káa. Samanlega þessu. Bótti með Gunnar Birgis verður síðan með sér. Já. Latvir Dúfugits. Þannig að bekkinum slegið saman. Bekkunum skiptir ekki máli. Jú, ég held að 8. sæti sé bara svona nokkuð spot on fyrirfram með Káa. Já, við skulum passa ykkur að ekki lesa of mikið innan bekk því að þetta er enginn að pæla í bekknum. Það er enginn að pæla í bekknum. Ég meina Jón Símon Edmundsson, það verður mjög áhugavert að fylgjast með hvernig hann kom inn í þetta hjá Káa. Já. Var góður náttúrulega þegar hann kom inn það síðast. Fín. Það var góður. Ok. Mér finnst hann helviti góður. Hvað segir Nafli? 8. sæti Káa, raunhæft? Já, þeir fara ekki ofar. Við missa auðvitað Daniel Hafsteinsson sem leti þetta lið svolítið tikka á samt Hallgrímur Mar auðvitað. Og ég einhvern veginn, já, þú veist. Þeir gætu eignað sér forsetabikarinn. Já, tekið hann 3 ára. Reglan er þannig að ef þú vinnur forsetabikarinn 3 ára röð, þá afhendir forsetið bikarinn til eignar. Já, og hérna, já. Já, Halla Thomas. Já, hún hérna átti þessa hugmynd ekki. Nei, hún ætti ekki til þessar hugmynd. En Halla Thomas mun afhenda bikarinn ef þeir vinna þetta 3. ári röð. Við erum með F-fáinga hér í 7. sæti. Þið F-fáingarnir, Tommy. Já. Er þetta ekki bara fair, eða? Nei, þeir þetta nú vilja fá. Ég náttúrulega ég er svona að læra að vera F-fáingur, sko. Já. Þá ertu ekki að setja við 7. sæti. Þú ert að læra að vera F-fáingur. Er það ekki svoleiðis þá maður að vera alltaf stór og prjóna aðeins yfir sig, sko. Þannig að við erum að horfa í topp 4. Já. En, sko, þarna verður, það er svona mikil breytt af leikmönnum svona, þeir þurfa samt að fá nokkra til þess að stíga upp, þú veist, Einar Karl þarf að vera öflugur. Hvað fara margir í college í ágúst? Úlfur Ágúst. Úlfur er ekki fleiri? Nei, ég held ekki. Sko, það verður, náttúrulega Faka kemur náttúrulega inn í hérna Hafsendin og spurning hvað verður það með honum. Já, er ekki Gretas nefnum að vera eitthvað meittur og hvað? Ég hugsa nú að þeir vilji hafa Böðvar og Birkival í bakvarðunum, sko. Já, en hann Böddi hefur verið að spila eitthvað yfir þarna, já. Já, hann er búin að lesa. Svo erum við Göddi. Tómas Orri er mjög spennandi, bleikaleikmaður 2004, svona teknískur, góða sendingar. Þannig að hann og Björn Danielin á miðunni getur verið hættulegt. Þetta Kári með mikið hraða. Það er að þetta er spurningur og endur að negla okkur spurningum hérna. Ipswich að skora. Nafli, Ipswich að skora. Ipswich að skora. Já, í gang með þig. Maður sjá marki Ipswich var að skora á móti Úlfunum. Og við sjáum hér marki, við erum að horfa á þetta. Er þetta Delap eða? Já. Herru, ég var með hann í selum mínum ekki.
Nei, ég hætti við hann að setja í Vinni. Hann hætti við. Andri. Ég var með Delab, ég var að gera þetta heima, var með Delab. Já, Realin átt að spila líka. Vinni. Það eitthvað að þessu marki því ég sé að Úlfarnir eitthvað að röfla. En það nú bara hluti af þessu, 2-1. Maður sjá, við erum að fara að fá markið hérna aftur bara til að úrskurðum þetta. Það engin rángstaf. Nei. Þannig að þetta bara mark. Og 1-0 fyrir Ipswich. En til að loka þessum FH fyrir ekki það, ég held að líka bara að fá Mattias Rósenón í markið mun gera helling fyrir þá. Já, hann kokki markmaður þar á ferðinni. Ég held að ótsega það. Og hörku kýper, kíkjum á svolítið, þar erum við með Stjörnuna. Þetta óvænt. Já, á hverju? Því Stjarnan, við erum búin að fá bara hörku gluggi hjá Stjörnuna. Já. Er þið betrið en þetta? Já. Er það? Já. Ég ætlaði að setja það niður. Nei. Engin Robert Frosti. Stjarnan fyrir Evrópustæti. Það alltaf. Það einhvern veginn eitthvað svo leiðileg orka yfir Stjörnunni. Já. Hvað samanlega einhvernig? Já, ég veit alveg hvað þú minnar, en ég held samt að gæði leikmannahópsins, og þeir eru náttúrulega með klóka þjálfara, ég held að gæði leikmannahópsins verði nægt til þess að þeir endi í allavega topp 5. Þetta reyndar betra á pappír en svona... Já, ég meina, horfðu bara þess að miðju, Guðmundur Baldvin, Alex Þór, Samuel Kári. En þetta dýrt prógram, sko. Kjartan hlýtur nú að vera hann í liðinu. Já. Hann hlýtur að byrja. Fyrir þá Örvar? Já, bara hann, sko, Kjartan spila miður, er ekki, þú veist. Já, hann átti að spila hellingarni í sumar, átti að spila hellingi fyrir líka. Andri Rúnar. Færustu 3 mjög öflugir. Ef Emil Atlason helst heill, þá ætti hann að fara í 20. Það var sama með Andra Rúnar, það eru auðvitað verið mikið ströggla á fitnessinu hjá honum. En ef þeir reka Jökul og ég teki við eftir svona mánuð, þá verður spilað þannig að vera bara fyrirgjafir og Andri Rúnar og Emil ráðast á allar fyrirgjafir. Það verður einfalt upplegg. 4-4-2. Já, komast upp í hornin. Herru, við verum með Skagan fyrir ofan. Erum við á Bjartsýni fyrir Skagans? Ég held það. Er þetta landsbyggðarkallinn í mér? Ég ætlaði að spyrja hvort þetta var farlegt. Já, ætli þessi ekki landsbyggðar. Sko, þetta veltur á nokkur hlutum. Rúnar Már, fitnessið á honum. Þeir þurfa að hafa hann inn á miðsvæðinu. Bara upp á svona smá balans með Vardits og Haugjandra. Það hefur verið einhver áhuga á Jóni Gísla Eiland, erlendis frá. Þeir þurfa að halda á honum. Viktor Jóns þarf að skora sín mörk og Gísli Laxdal það náttúrulega svolítið bara að finna fæturnar svolítið aftur eftir erfiðan tíma hjá Val, sko. Það eru mikið af kommentum og við skorum á okkur öll að vera með í kommentakerfinu og mennur þessu veltaði fyrir hversu góður Fakka er bara skemmtir úr Hafsend. Hann er svona, þetta er svona viltur Hafsend, hann er mikið, þú veist, í tæklingum og þetta er skilur, hann kannski... Hann gæti alveg fengið eitthvað bönn í sumar. Já, hann er, sko, HK-DNA er alltaf einn viltur Hafsend með Bruno Suárez. Bruno. Og eru búin að heyra með skóna sem hann mætti á fyrsta æfingu? Eitthvað svona Nike Air Force Uppower Dior collab. Ég held að þú getur fundið á GOAT appinu á, þú veist, $7,000 eða eitthvað svoleiðis. Það var Bruno. Það er Bruno stílinn. Algjörlega vann sig inn í hug og hjörtu held ég allra sem að koma upp í 203. Já, og ekki síður mammas. Mammas var ofta upp í kór. Og hún var mjög skemmtileg. Þurfum að fá. Já, það er bara ekki síður mammas. En sko, þeir eru með náttúrulega Erik Sandberg sem er virkilega öflugur Hafsend. Það er vinnur Holland. Einn af hans betri. Einn af hans betri? Já. Einn af hans betri. En núna náttúrulega Viktor Jóns, hann mætir ekki HK, þannig að það eru 7 mörk frá þar, farinn frá hann. Þannig að þeir eru að missa 7 mörk í Skagafarinu. Er þetta ekki annað tímabilið á IA eftir að þeir fóru upp? Er þetta ekki annað? Second season syndrome. Voru þeir nýlegri fyrir? Já, nýlegri fyrir. Second season syndrome. Já, einmitt, þeir fóru þarna ævintýralega upp eftir að vera eiginlega búin að missa af þessu. Já. Einmitt. Í óþökk Gunnar Birgis það var leikur sem að snýrið þessu svolítið við hjá þeim sem var upp í Mosó sem ég hef nú kosið að gleyma. Fleiri kosið að gera það. Ef að kíkja fjórðarsætti, þeir eru með káringar og ber sitt fyrir káir eða? Nei, það sé bara nokkuð raunsætt. Ég sá að þeim var spáð 3. sæti í stúkunni eða ekki, ég held það. Vitið, einmitt. Sko,
Þarna getur líka brugður svolítið til beggja vona. Þeir þurfa að haldast, þú veist, Alexander Helgi þurfa að ná klukka nokkuð margar leiki. Vicente Valor byrja nú líklega alltaf. Ég geti alveg trúað að Atli Sigurjóns verði í hlutu. Hann búinn að vera mjög öflugur á undirbúningstímabilinu Atli Sigurjóns eftir að hafa verið svona eiginlega á leiðinni út. Þá hefur hann svona endurnýjast aðeins þarna. En þarna verður náttúrulega mjög spennandi að sjá líka Fjölnistvennuna, Halldór Snær og Júlíus Mar sem hafa verið frábærir. Ég ætla að rósa Óskar ef hann ætlar að halda sig við Halldór í markið. Og hann nógu góður? Já, ég búinn að sjá 3 leiki hjá undirbúningstímabilinu. Hann hefur verið algjörlega frábær í þeim öllum. Ok, í hverju hann svona því að mjög góður hann ekki verið heppinn með leikina sem ég hef séð? Mjög góður 1v1. Bara, mér finnst hann lesa leiki vel, hann góður sendingamæður sömuleiðis. Bæði svona millivegalengd og styttri sendingar. Alltaf klári að fá boltan, lætur í sér heyra. Ég mjög hrifinn af þessu markmanni. Tommi, þú ert svona pjúristi að kemur á markur. Þú gefur lítið fyrir eitthvað svona góður löpp og svona. Vilt bara menn sem geta varið. Eitthvað svona óþarfa prjál. Já, ég gef lítið fyrir það. Langur fram, það svona... Hver þinn uppáhald svona vestammarkmaður? Robert Green. Það svona poppaði, Sjaka Hislop. Þeir svona 2 poppuði í hausinu mér. Já, það var einu svona, aðeins fyrir þinn tíma, þá var Ludo. Já, ég náttúrulega verandi 1-4 Tékki og hann þarna 90s og ég man alveg eftir Ludvík Miklosko í rammanum. Já, það var stæðilegur, stór og stæðilegur markvörður Ludvík Miklosko en já, Rob Green, það sjálfsögðu. Hann var óheppinn, hann fór sem aðalmarkmaður á HM 2010 kemur hann eitthvað skýta skot á móti Bandaríkjunum, hann rúlar einhvern veginn, hann bara setti beint reddkart á hann og setti Jammaði markið. David James, hvað gerast? 1-0 afturhelding. 25-21 í fyrstu runnu. Afturhelding, þetta undanúrslitin í blakinu. Afturhelding 1-0 yfir í einvíginu. Stelpurnar. Já, stelpurnar. Mark. Grimsby 1-0. Þó ekki minn maður. Hann er ekki inn á. Hann er ekki inn á. Þriðja sæti, þar eru með Valsmenn. Þetta er ekki bara færlegt. Áhugjefni með Val hlýtur bara að vera að ef Orri á að leysa bakkurinn. Nei. Af hverju það ekki áhugjefni? Hann er að fá hraða kantar á sig. Já, nei, ég er að segja af hverju Sigur Reyl ekki verið þarna. Hann er ekki verið að... Nei, og ég myndast, þetta var Stúkan var líka með liðið svona. Það voru með ekki hörðingar þetta. Það voru, heldur með Birki Heimis í bakkurinn. En ég meina, hann hefur verið að treysta á Tómas Bentin á miðsvæðinu líka. Það er spurning hvað hann gerir með það. Ég meina, Kristinn Freyr hlýtur alltaf verið... En af hverju, Lundum og Nakkim hafa held í báðir, þeir eru náttúrulega sína meðslasögu báðir. Þeir hafa ekki verið að byrja síðustu leiki. Lundum og virðist ekki verið að komin í takt, en ef hann finnur taktina, þá verður hann einn af betri miðjumannadeildarinnar. Herri, ég ætla að henda hérna curveball, sá sem skorar síðasta marki í fyrri hálfleik. Tippið á þann sem skorar síðasta marki í fyrri hálfleik. Það páskabolti frá Sambo undir. Það páskabolti og ég ætla að leyfa þessu að vera í svona 4 mínútur. Herru, Dagur Steingrímsson er nýjasti she-scrabber. Wow. Ég veit. Hvað skal það? Svona, hérna. Þetta svona bara... Það aldrei séð þetta aður. Það er að vera með þetta múmi í mörg á. Þetta er ekki vennilegt dæmi. Já. Þetta er svona háttar. Raðdabba. Já. Herðu, Búlis, þið verðið að finna bæði lagið sem var á spurningakeppninni fyrsta kvöldið út í Marrakech. Það þarf að finna það anthem. Það getur orðið alvöru anthem nefnilega. Ég skal finna, ég sendi þetta á okkur, Búlis. Já, það var rosalega. Það var í spurningakeppninni svo alltaf þegar það kom rétt, þá kom þetta á. Bara þannig að fólk geti sett sig aðeins í stellingar. Við erum með Valsmenn, númer 3 og númer 2. Þá eru það Blikarnir, það Breiðablik. Það við sjáum hér líklegt lið hjá þeim, þeir eru komin aðeins ljósari búninga en þeir eru oft verið í og þetta lítur ágætlega út á pappír hjá Blikunum en eins og Gunni Birgis hefur stundum sagt að pappír vinnur ekki leiki. Nei. Hef ég sagt það? Já, maður er flott. Og ritað líka á Facebook-síðuna. Hérna, er þetta faglegt? Já, þetta er svona, ég reyndi allan að nálgast að faglega. Sáttur, tækirðu annarsætið, þú sem Blikki. Annarsætið. Já. Sörensen. Sko,
Sko, þarna eina spurningamerki í raun og veru Hafsendstaðan. Risa spurningamerki. Hann hefur verið að spila með Arnar Gauta þarna. Daniel Obbekær mjög góður Hafsend, en hvort hann hendi Breiðablik sem Hafsend hins vegar annað mál og stærra. Breiðablik það verst á svolítið stóru svæði og með línuna hátt uppi og svona. Obbekær myndi kannski fíla betur að vera í, þú veist, einhverju svona skaga, low block, eitthvað svoleiðis þar sem að hann þarf ekki að hugsa jafn mikið svæði og annað. Þannig að þetta raun og en ég held nú samt að Arnar Gauti eða hver sem verður þarna að verði mjög öflugir. Sko ég held að hérna sko ég fannst mjög fróðlegt að sjá að Gabriel Snær 2007 model byrjaði í vinstri bakvörðunum í meistarana. Okay. Og eins og segið þekkið ekki en mikið vona ég hann fái tækifæri til þess að hérna skína. En í þessu meistaraleik voru eldingar þar? Þrumureldingar, já, ef það glæpur að vera andum leikmenn og stöðnismenn, þá skal ég sitja inni fyrir það. Eru allir rólegir yfir því að Valgeir Valgeir sé í grænu? Menn alveg rólegir yfir því? Já. Sko, það sem svo skrítið hvernig stemningin í Kópavogi núna. Það miklu meira stemningur í Háka núna. Það allir bara, hvað dagur þetta sem skoraði þrennuna í byggarn? Og núna allir bara, maður bara eitthvað neginn, hvernig byrja Háka? Og nú eru blikarnir, nú er Mikael Máni að fara að fleia blikunum upp aftur í efstadeild í körfunni, þú veist, Háka og þeir verið fleikt út af FH. Sko blikarnir með tæplega fertugan Dana þarna í framlínunni. Hann þetta 32 ára. Ég held að meðalaldurinn, hann kom inn á hálfgræðstúna sem ég var á í gær. Ég var aðeins að fá með fresh cut. Herðu, hann ekkert eðlilega svona, það ekki oft sem að sér svona huggulegan mann. Já. Hann alveg bara svona, ég var bara, já, hérna, hann alveg svona huggulegur. Og hann svona meira þegar maður hittir hann í nái en á myndu. Já, ég var bara svona, huggulegur djöfull hann á ferðinni, en einhvern veginn stemningin í Kópavogi og Tommi, þú, hvað var að gerast? Vinni Traustur Vinni getur gert kraftaverk. Traustur Vinni, fucking hell. Sko, Tommi, þessi stemningur í Háka núna. Já, ég veit ekki hvernig þetta í Kópavogi, en ég trúi þér. Já, trúir honum. Ég meina hann býr í Kópavogi. Þú þetta fórst á herrakvöld Háka, Tómas. Stemningin var gífurleg þar. Stemningin var gífurleg þar. Hvernig var herrakvöldinu á Blikunum í gær? Ég var ekki. Ég var að vinna. Ég var að lýsa kvennalandsleik sem var mjög frábær. Var hann ekki klukkan 4 eða 5? Góð skemmtun. Hann var klukkan 5. Já. Settum fyrst seti. Já, frábær skemmtun 0-0. Takk fyrir það. Já, en hann var mjög skemmtilegur, sant? Ángríns. Það var nóg að færa. Einn af þessum skemmtilegur 0-0-leikjum. Einn af þessum skemmtilegur 0-0-leikjum. 0-0 ekki það sama 0-0, sko. Það rétt. Herri, hérna Birkir Björnsson segir ég fór í mína dagluga heimsókn í Krambúðun á Kársnesinu í morgun. Þar var örmulla fólki og allir að tala Háka. Já. Þetta eru fleiri en Hjörvar. Og líka á Kársnesi. Kársnesið Blikahverfi, sko. En þetta bara... Já, það var þetta ótrúlega. Vittlisann víða. Háka upprunalega stofnað í Kársnesi. Kársnesið Ísjónalistarnir í Vesturbæ. En nú Færalundurinn. Mamma alveg upp á Kópavogsbrautinni og Kársnesinu. Hún Hákaðingur. Það bara þannig, sko. Já, þetta er tradisjónalistanir. Þeir eru alltaf með Háka. Hvað segir, hvað gerast? Valencia komin í 1-0 á móti Real. Dani Welbeck að skora? Ok, stoppið leikinn. Kostanza, var hann á fljótari eða? Hvað segja menn? Danny Boy, maður. Já. Stoppum þetta allt saman. Tjófið sem þessi gæði getur skorað. Já. Kemur hérna, þverhlaup, já. Hann sko... Pinnarinn Hafsendi niður hérna. Velps. Það er eitthvað lúrar á fjær. Já, sérðu. Velps, lúrar á fjær, kemur svo inn. Bang. Hann að komast núna fyrsta skipti í tveggjastafatölu í Premier League í mörkum. Ég held að hann sé að... Hann hefur aldrei náði. Hann har aldrei náð tveggjastafatölunni. Held ég alveg örugglega. Sko, þetta var svona strákur sem að tímdi aldrei að láta fara, en það var svo hárrétt að láta hann fara því að hann aldrei heill. Við lítum þetta Arsenal-fáin. Já. Já, þeir tók hann. Það var rosalegt. Já.
We just cooked them, man. Já, það er svolítið Bjarki Viðarsson, fyrsti hálftíminn geggjaður, hlakka til að hlusta á meira hvað fekk Tommi þannig hann Changerból er búinn að hef leitað í dogma en aldrei Er þetta jeppakallinn? Já, þetta er sjálfsögðu hann og hann er svona að safna rockbólum eins og ég, þannig að ég fekk þennan bara í gjöf. Úr dogma? Nei, frá hljómsveitinni. Hann Baldvin Þór segir að það ekki séns að hann labbaði í krambúðinni í hófgerðinu og menn að tala háká. Ég hef lett í að... Faglegt takk. Ég hef oft labbaði í krambúðinu og menn að tala háká. Thank you. Það er gerist ítrykkað. En þetta er svo skrítið, allir að tala hvað með unga strákin sem skoraði þrennu og alveg bara non-stop hákáumræð út allt og ég er alltaf bara, þið vitið að Breiðablik spila morgun. Bara, svo var eitt sem sagði sko, ég vona að leikirnir verði snemma á háká í ár og ég sagði, hvað áttu við? Þannig að þetta er svo ungt lið. Þeir eru ekki með útivistarleyfi á kvöld. Það er verið að treysta á ungu, þetta hemmaból. Já, hemmaból, það er þessi ungu leikmenn. Hann sagði sko, hann vildi að leikinu verið spilað snemma á dag. Þeir eru svo ungir, það ekki? Þetta er svo ungt og sprækt lið. Það er komið nóg að þessu gamlingabólta. Sendir á fertugsaldri, nei takk. Bara með 20 á framjá og skilja þennu. Á 20 mínútum. Sjáum Víkingana, við erum Víkingar, já, við erum Víkingar, sungið í Fossvoginum, heldur betur, þetta er ógnarstert. Þetta er rosalegt, 11 manna lið. Þeir svona gáðu deildina frá sér fyrra og einbættu sér á Evrópu, núna fókus á deildina. Hættu þessu kjaftaði. Þannig að núna... Ég er með ánæmi fyrir svona bulli. Bandir er góður, já. Við verðum að vera faglegir. Og þetta lið, Atli Þór Jónasson er mættur, stóri maðurinn. Já, og byrjar að tikka. Já. Skoraði í bóðsmótinu. Já. Ég held að sé að þetta fullferði það núna, sko, að Atli Freyr sé besti hvergerðingur, bara sögun. Atli Þór. Já, þeir eru ekki margir. Nei, Sóli náttúrulega, en hann æfði ekki mikið. Nei. En skemmtilegur leikmaður. Já, mjög áhugaverður leikmaður, athyglisverður. En besti leikmaður, hver gerir svo upp að já? Ég held að, þeir eru ekki margir. Þetta er stór titill. Þetta er rosalegt. Þetta er Gylfi Sig númer 32. Já. Sáuði, það var innslag hann á RÚV í gær, sem að Þorkell Gunnar tók. Hann sagði, út af Magic Johnson, án gríns. Aha. Ok. Ég held að þetta var eitthvað Beckham Asi Milan. Hann er að horfa í sko 23 var Jordan og David Beckham og 32 Magic Johnson. Já. Ég er ekki grínast. En gæti ekki verið Kevin McHale? Já. Gæti þetta verið Kóngurinn sjálfur. Gæti þetta verið Kevin McHale? Já. Tevesen. Carlos. Hann er 32, það er afar áhugavert. Nikolaj er með 23, hver er með 10? Þú tekur ekki Pablo, segir ekkert El Salvador að ég ætla að taka þið 10. Þá fæðu bara einn konga kafi þá. Hann náttúrulega gæti ekki fengið 10 strax hjá Everton. Nei, tók hérna gamla númerið hans Rooney hérna átjón líka. Það var Wayne the Pain Rooney. Sko, en jú, þetta er að sjálfsögðu frábært lið. Já, ég minna bara það Pablo sé á bekknum. Konráð Eli fór í Netto Engjalla. Allir að tala um Dagagarðas. Spurning hvernig umræðin er í efri byggðum með að við umræðina í neðri byggðum. Þannig að þetta er út um allt. Þetta er út um allt. Þetta er bara allan að koma þarna í Netto, krambúðinni. Nei, ég finn þetta líka bara á leikskólanum hjá mér. Það er allir foreldrar að sækja og við erum alltaf að spyrja, hvernig byrja lengjadöldin? Ég er sammála saman á þarna. Ég vil sjá Svein Gísla í vörninni. Það er leikmaður sem fyrir þá hver? Hann er með háttak. Ég vil sjá Gunnar Vatnamar bara upp á miðjuna og Svein Gísla inn. Og hver fer þá úr miðjunni? Og af miðjunni bara... Það er bara 11 inn og... Ég meina, fer ekki... Skoðum þetta, verðum faglegir. Það er Sindri Seim að spyrja þig, Tommi. Fara þær ekki bara í 3 manna? Hvað finnst þér að Baldur Steindós... Fara þær ekki bara í 3 manna, eða 5 manna mögulega? Hvað finnst þér að Baldur Steindós sé farinn frá KFR? Býtu, er hann... Þá er það tíðindi að hann sé farinn frá KFR, sko. Er þetta bróðinn? Já, það er bróðinn, já. Hann hefur nú ekki spilað í eitthvað tíma, en ég held að hann sé ekki að taka skónu upp og fara í eitthvað annarlið, sko, þannig að... Uppsveitir mögulega? Já, mögulega uppsveitirnar. En það er enda mjög skemmtilegt projekt í gangi þar, í uppsveitunum. Hef ég heyrt. Já, ekkert með það, sko... Er hann farin í... Hann er farin í Fálkana.
Eigum að gera Þetta eru tíðindi, já. Förum á bettum aðeins. Reynum að gera dollar að 2 eða 3. Förum í... Ok, bara áður við höldum áfram hins vegar. Bara rétt. Ykkar Íslandsmeistarar fræðum okkur frá Tomma og yfir. Tommi, Íslandsmeistari í fótbolta. Breiðablik. Víkingur ekki. Breiðablik. Víkingur. Ok, Íslandsmeistari í körfubolta, Tommi. Valur. Tindastóll. Þeir eru með langstæsta budgeti. Já, þeir eru með dýrasta leið. Handbolta, Íslandsmeistari í handbolta. FH. Þetta er nefnilega tricky. Fram. Afturhalding. HK. Já. Það er að segja að þriðja lið. Já. Ef að þriðja lið. Já. Það ef að þriðja lið hafa sér, þá hef ég trú. Það verður nú eitthvað fyrir F-fáingarna að mæti helvítið á mándaginn. Herðu, ég strýtaði þess F-fáingunum, ég sendi sko að því ég með @hk.is á mailinu mínu, Hjörvar@hk. Ég senda hann tilkynningum breytingu á leikstað. Leikur HK og FH verður í Digranessinu á mánudag. Kær kveðja, Hjörvar. Þannig að þeir á fengi létt í maður. Haldið að við værum að fara að mæta með þá til helvítis. Já, í litla dyró. Þú veit ekki. Þeir fengur nú að kenna þið síðast í úrslitakeppninni þegar þeir mætti í litla dyró. Já, það væri gaman að færa þetta yfir í Digranessinu. Já, það væri það. Það væri rosalt. Sjáum, Karin 4K, Siggi Búllis, Saman og líka, Mark. Bormóð, það skora. Saman þetta. Er þetta Evan Nilsson? Já, þetta er Evan Nilsson. Já. 3-1. Ég talaði 3-1, þannig að það er alltaf á plani í rauninni hér. Þetta er þungt. Jó, Valgeir Bergmann, við erum að spyrja rétt og eftir hverju Íslandsmeistari Blaki. Ég ætla nú að leyfa þeim aðeins að hugsa þetta svona með áður en að... Já, takk. Má sjá. En Baldur Steindorsson er komin í fólkanum, varst það fullur af það? Já, hann þorði ekki að segja mér. Ég þorði að fullur af það bara. Herru, Evansson virðist ekki vera ránstöður þarna. Þannig að þetta er bara mark. Semenjó skot sem hann... Þú veit, er þetta lélegt? Er þetta ekki... Hvað er Arjóla að gera? Arjóla. Komið með flettur, já. Hvað er hann að gera? Er hann með fasta flettur? Já. Vá. Það er amazing. Djúðar hann flottur. Já, en ekki samfærið í markinu. Nei, það er ekki nóg gott. Ég er meiri Fabianski maður, sko. Ég er sann svona trustari í ramanum. Herru, Blakið, þá ætlum við bæði að fá kalla og kvenna. Byrjum kalla megin. Tommi Steindors, Íslandsmeistarar. Hamar. Nei, það eru 0% líkur á því. Ég held að K.A. vinni. Ég held að K.A. Já, ég samanlega. Þú veist hvernig Hamar er. Þetta er playoffs, skemna. Þeir eru búinir að tapa einum núna á móti Þrótti og það var samfærandi tap. Já, við erum sammála með K.A. Herri, það er verið að tjekka á offside með þessu markefni. Já, það er að kíkja á þetta. Það er að kíkja á þetta. Nei. Ég vildi meina að þetta var ekki, en kannski er nýðan. Sjáu þið hérna... Jú, nýðanum er fyrir innan. Og að fá eitthvað færan teiknara. Já. En býtu, er ekki komið þarna... Jú, herri, hann er ránstöður. Gott ef hann er ekki ránstöður. Ég væri til í að fá hérna vegginn. Hérna, það sem er... Já. Það er langbesti fítus. Já, á EM þegar þeir voru með hérna... Þegar þeir voru með tanna fyrir innan. Já. Geðveiku fítus, sko. Má sjá. Það er líka, fyrir réttlætiskendina í mér, þá er það svo ótrúlega... Æ, dæmi þetta bara mark. Ég er svona sammála því. Fylkir yfir á móti KVF. En það er auðvitað spurning með Blakið og Þróttarana. Við auðvitað sáum þá í Digranessinu. Og auðvitað þeir eru auðvitað búin að leggja mikið í þetta lið. Það er hvort að þeir fari ekki bara alla leið. Það er einhver holning á Þrótti núna. Mark. Já, Mark. Þetta er Mark. Það er einhver holning á Þrótti núna bara út allt, sko. Ég meina, við sjáum hvernig liðir í fótbolta sem er að blómstra sem aldrei fyrr og... Hvaðan kom þessi peningar? Þeir eru búin að ná í Katie Cousins í fótboltanum. Þeir eru að leggja allt í að ná eina titil í Blakinu. Þetta er ekki bara Bjarnór Lárusson. Já. Sett í það. Setta einhverjum miljónum minna á þetta. Dortmund er komið í 2-0. Er Vinni ekkert að gera sig gildandi? Já. Heyrðu. 1-0 fyrir. Skillmasters, hann vill kaupa dogtreyju, helst tómað aftan og ætlar að merkja hana 45-47. Já. Skillmasters, nei, það er Donald J. Trump 45-47.
Skóstefna. Herri, ef við förum í Sá að keyra Bandaríkin niður. Nei, hann að koma Detroit aftur að koma á kortið. Og fyrir okkur... Er það bílaframleiðsla? Hvaða bílaframleiðsla? Detroit hefur verið í fokki. Er Detroit að fara að blómstra? Sem aldrei fyrir. Detroit er nú svolítið síðan að þau byrja að blómstra. Ég ætla að spá því að það komi stór titill til Detroit á næstu 20 árum. Já. Á næstu 20 árum? Þeir hefur ekki verið nála því. Nei, þeir eru með helviti gott lið núna. Já, ég sé Pistons og Lions núna. I'm looking forward to this. Great automakers. The great automakers. Lions áttu náttúrulega bara að vinna Super Bowl í ár, sko. En, já, hvenna? Tommy, bara faglegt. Blackið. Já. Káa. Besti leikmaður í kvennablækjunu, Hildur Einarsdóttir. Já. Hún í HK. Helena Einarsdóttir. Hún í HK og HK, hún fer með HK allalið. Já, ég er svolítið skotin í þessari pælingu. Já, það verður fróðilegt að sjá hvernig Gunnar mun... Ég held það eru hrókeringar á liðinu hjá Aftureldingu sem að verða til þess að þær eru að fá svona eitthvað búst inn í hérna loka part tímabilsins, þannig ég held að Afturelding vinni þetta. Ég ætla að segja HK, en naflinn samfærið. Já, það er náttúrulega... Þeirra leikur byrjar eftir korter. Rosalegt lúk á Ariola. Ariola er bara eitthvað, ég veit ekki, sko. Hann er svona Dennis Rodman, hann skipti mjög reglulega greiðslu. Skallið þverslá. Já. Skallið þverslá. Allt á plani, 3-1 sigur. Já, fyrst við erum að spá hérna, þá vil ég líka heyra bónus kvenna. Sjáum við þetta Haukarnir, deildarmeistararnir, þær eru lenda 2-0 undir mútið Grindavík. Þær eru í vesinni. Já, þær eru í vesinni. 2 leikmenn fjarverandi. Það væri nú saga til næsta bæjar ef að mínar stelpur í Grindavík kláraði þetta. Já, það þurfti að vera sería 2 hjá Garðaríu. Já, þetta ræs út aðra seríu. Já. Ætlar að byrja að tóma það? Hvenna, já, körfubolti. Talandi að vera skotin í pælingu, sko. Grindavík. Nei, ég ætla samt, það er alltaf bestar í Keflavík. Stelpunir í Keflavík, það er haldið uppi svona heiður í Keflavíkur í körfu, tóldi. Já. Það er alltaf bestar. Já, Keflavík. Það er verja titilinn, Keflavíkarnir. Ég ætla að segja Njarðvík. Já. Ok. En berðu virðingu fyrir þeir, sko? Já, ég ber bara hellingsvirðingu fyrir þeir. Kannski er þetta bara hjartaðinn, en ég ætla að segja Grindavík. Gæti verið hjartað, Þannig ertu að leifa hjartanu dálítið að tala. En ég meina, þú varst örugglega eini sem sást þetta fyrir að Grindvíkingar myndur stríða Haukastelpunum. Já, það var allavega ekki, það fekk ekki mikinn hljómgrunn hérna. Nei. Hendi þeirri kenningu fram. Herru, þá bara hvenna handbolti. Sko, framararnir eru búin að missa Karin Knúts, þannig að þá hef ég svona mistið trúna á því protesti. Ég ætla að segja Haukar. Ég held að Stebbi Arnars, ég held að þekkingin fær svo langt á þessari Heritage, já. Hvað segir þú, Gunni? Hvað ertu með það? Ég ætla að segja Haukarnir líka. Ég ætla að koma óvart að segja Valur. Já, það var gaman ef að Gústi myndi enda þetta á tilli. Já. Ég er Gústakall. Ég er Gústakall. Ef það er glæpur. Takk. Alli, hvað þú veit svona grænan? 2 græna. No show. Já, kannski eina Max. Takk. 1 Maxar á hann. Má sjá. Hefur Skallagrímur ekki getað neitt í fótboltanum síðan Blöð fór frá þeim yfir í sjónvarpið? Já, þetta er góð pæling, því að það hefur gengið erfiðlega í Borgarnesi. Já, ég frétti að sko það var grátlegt tapið á móti Hamri í bikarnum. Því að það var reynt á 9 regluna. Já. 8 sekundar regluna. Dæmt á markmanninn, Hamar fá hotn, skora. Skallar úr bikar. Shit. Nei. Gerist alltaf einhver rómantík í þessum bikar. Já, þannig að heldur betur. Og er náttúrulega frá með næstu umferð. En Skallagrímur er náttúrulega bara fyrst og fremst körfuboltaber. Allt í þráðbeinni. Ég finn það. En Guðmundur vinur er hérna borgnesingur, hérna prestur. Einmitt. Hann skrifaði ekki hann á Exit eitthvað 20 ára af sársauka loki þegar þeir fóru úr neðstu deild yfir deildina fyrir ofan. Já, einmitt það. Þá var hann að leggja frá sér eitthvað 20 ára af sársauka. Já, það er náttúrulega ótrúlegt samt að Skallagrímur hafi verið í... Allir samt að leiðir þetta viltu svo niður. Við unnum Hamar, við töpuðum ekki. Skallagrímur skoraði. Það var öfugt.
Já, og eru hvergeringarnir. Já, Elvar Atli, við unnum Hamar, svo það sé á hreinu. Já. Karin 4K, kemur Samano. What's the Karin 4K hann? Hvað gerast? Byrju, Ágúst Marel. Já. Þetta einu sanni. Hann var að jarða naflan levandi. Nú. Getur naflinn gert körfuboltasegir svo ég geti gert akkurat öfugt við þar mann segir. Já, Eyjamaðurinn geður því, það létti yfir honum. Við erum saman í grúppu og ég hef hitt á marga körfuboltasegla í þeirri grúppu. Við þurfum að finna eitthvað. Þetta er það. Þetta er lagið. Þetta er lagið. Getum við hækkað þetta? Take it away. Getur þú tekið hennan hérna? Shit, hvað þetta er gott lag, maður. Alltaf það var svona fánaspurningar og svo voru þau með mic sögðu rétt út í eitthvað what flag is this? Og svo svöruðu Var þetta eitthvað bara hótelskemmt? Já, þetta var hótelskemmtur. Vá, þetta var hljómar skemmtilega ángríns. Svo kom íslenski fáninn og allir sögðu Ísland og þau settu þetta lag og beint í droppið og það var allir Það er svona alltaf Norður Afríku í þessu lagi eitthvað, finnst mér líka. Tyrkland, Norður Afríka. Það er eitthvað. Sáti. Góður andi yfir þessu. Já, maður lokar augunum, getur ímyndað sér Gauja Skúla var að dansa á þetta ef maður ekki. Það dynja á okkur spurningarnar. Evanilsson var last gólskórir. Það er rétt. Evanilsson var last gólskórir. Í fyrirháleik, er ekki komin hálfleikur í öllum leikjunum? Atli? Hálfleikur í öllum leikjunum? Takk. Sko, mikið af spurningum. Hafið þið trú að Eggert Gunnþór láti Austfirðinga dreyma og farið upp með það í sumar? Þetta er náttúrulega eitt af spurningum sem að... Svona brennur á vörum. Já, þetta er á allar á vörum, já. Hafið þið trú að hann leyfi Austfirðingum að dreyma? Það er náttúrulega ótrúlegt, það er náttúrulega að rannsaka Austurlandið og fótboltan, Já, nú er þið svona góðir, eða? Stebbi Gísla, Ívar Ingimarsson. Nei, ég er að tala bara, þú veist, akkur eiga þeir ekki lið í efstu 2 deildunum? Það er býringin hann. Þetta er svo fámennt. Stórt svæðið fámennt. Nei, er það? Það er nú alveg slatta fólki sem býr, hvað búa margir á Egilsstöðum til dæmis bara. Egilsstaðir er ekki svo fjölmennir. 3K kannski. Já, þetta er... Ég er meira að horfa í þetta 2700, en ég meina Tindastóll með lið í úrvalstild kvenna í fótbolta. Já. Það eru peningarnir meiri. Ekki það, ég held nú reyndar, jú, það eru náttúrulega komnar upp Skotsilfrið. Það eru komnar upp í kvenna? Já, í kvenna. Já, kvenna. Það eru bara á pari við stólana þar. Já, Fjarðabyggð Hötturegnir, upp þar. Það er hálfleikur í öllum leikjum í efstu deild. Hajduk Split er að vinna Slavin. Ég ætla að svara þessari spurningu samt sem já, ég held að KFA fari upp úr annar deildinni og ég held að þeir sem munu veita keppni verður meðal annars vinnur okkar Hörður Snævar. Já, með þetta ótrúlega skemmtilega Dalvíkur. Einu sem er ágjur núna er af íþróttum á landsbyggðinni. Það er náttúrulega endalaust verið að þrengja að landsbyggðinni þessa dagana og þessi Reykjavíkurflokkar sem er hér stjórna, þeir ég ætla að koma landsbyggðinni helst í gröfina og maður hefur vissulega ágjur eins og bara allir í íslensku samfélagi. Maður sjá Framsókn í burt og landsbyggðin leið eins og sumir syngja. Já, það er því miður það. Einhverjir syngja það. Já, það hefur verið sungið og verður á bláfram sungið. Nú, hvað er meiri í þessu? Fótbolti. Hálfleiksbett. Já. Er ekki hálfleiksbettið? Sko, Vestam er ekkert líklegir að snúa þessu við. Er ekki frekar að Úlfarnir snúa þessu við? Er það hálfleiksbettið það? Hvað sagði? 7,50 á Úlfarna. Af hverju hefur svona litla trú á Brighton líka? Þeir heillu allavega á móti Vestham í miðri viku, Úlfarnir Já. Þannig að þeir... Já, setjum úr. Ég eins og ég var nú bjartsýnn fyrir pottettum, Já. Þá líði mér svolítið með þess að hann veit ekkert hvernig hann var að stilla þessu liðu upp, Hann verið ekki hugmynduð það. Nei. En ekki allt betra en þessi Lópateki? Jú. Var hann ekki óspennandi? Það var zero aura. Ipswich hafa unnið 1 leik á heimavelli held ég. Já. Ég held að þetta sé annar leikurinn þá núna sem þeir eru að vinna. Já, það er hálfleikur. Já, ég er að segja Still early days. Þess vegna er ég að segja þetta er kannski bara, þetta er fínt kannski bara. Er ekki cheeky bet eða? Já, cheeky bet. Við ætluðum að taka cheeky bet. Já, byrju hvað aftur? Gylfi. Já, meðan skori
Já, ég veit ekki alveg hvernig við höfum að útfæra. Yfir undir 9,5. Ef að tjattið kannski með eitthvað. Yfir undir 9,5. Já, eða þá að einhver verði markahærri heldur en hann, þú veist, ég veit ekki. Hver verði sanngjarnt? Hvað er línan? 9,5? Nei. Ég held að fara í double digit. Já, það held ég ekki. Hvernig er það að tala? Gylfa Silva. Já, herri, við skoðum þetta. Nú, hvor er harðari vestamstunismæður, Tommi eða Helena Valdís? Ég alltaf talað um mig sem nummer 2. Helena Valdís nummer 1. Já. Ég hef alltaf talað um það. Þú hefur gert það. Strákar, ég var aðeins kíkja á meistaradeildina sem fer fram á þriðjudag og miðvikudag og tippa á leikina bara 1x2. Og endilega ef það er eitthvað svona döft búlis, setjið aftur þetta lag í gang. Ef það er komin smá döfleiki, þá væri gaman að geta aðeins hrist meðmyndar. Heldur betur. Herri, vildu fá meistaradeildina sem fer fram þriðjudag og miðvikudag og sjá stuðlana þar hjá Epic. Meistaradeildin, auðvitað kannski leikurinn sem ég veit að Gunnar Birgisson býður spenntur eftir þrátt fyrir hennar leik í dag. Þá býður hann samt spenntur eftir leik Real Madrid og Arsenal. Já, ég neita því ekki. Og þeir eru favorites. Þetta er eina svona jafna einvíð. Öll hinn myndi ég segja að væri svona nokkuð ákveðin fyrirfram. PSG mun vinna Aston Villa mjög samfærandi, Barcelona mun vinna Dortmund með 4-5 mörkum í mun og Bayern mun vinna Inter. Er það? Þetta er eina... Sko, þessi hattur þinn á ítalska boltanum. Nei, ekkert hattur á ítalska boltanum. Það finnur ekki meira mann. Er ekki Villa samt alltaf að fara að stríða PSG? Ok, elskar þú ítalska boltan? París. Ég ætla ein hérna fyrir þig. Hvernig segir maður fótbolti á ítalsku? Hvernig segir maður fótbolti á ítalsku? Þetta er bara fyrir Gunnar Birgisson. Hvað vitið þið þetta? Þeir hljóta, þeir vita þetta bótið, já. Já, við vitum þetta. Hvernig segir maður fótbolti á ítalsku? Svo segir ítalarinn oft áfram fótbolti. Já. Ég veit það ekki. Eru þið með þetta, strákar mínir? Langar ekki sko. Fútebola. Nei, ég er ekki með það. Nei, betur... Shit. Þú vil á maður að vera með þetta. Ert þú með þetta? Nei. Þetta er Calcio. Calcio. Og svo beinti þetta. Einmitt. Sko, þeir áttu þetta nú ekki skilið að fá lagið þegar voru ekki með þetta rétt, sko. En áfram Calcio. Áfram Calcio. Hvernig er áfram á ítölsku? Forza Calcio. Forza Calcio. Forza, já, áfram fótbolti. Herru, skoðum þetta. Já. Hérna, við ætlum að setja hvað? Einn á bæinn. Já, það verður ekki á Allianz. Er þetta bara straight einn á alla leikina eða? Hvað segir þú, Gunnar Birgisson? Svona þitt faglega mat. Já. Þeir sem að vilja vera öruggi geta tekið dróna betta Arsenal. Ég er ekki að fara að veðja á móti mínum manni Vinny Junior. Nei, já, hann er búin að heldur betur skila fyrir. Vinny er að fara að mæta á Emirates. Vinny og Kili. Ég langar að setja X á Arsenal Real Madrid 1-1. En þú setur X? Ég er náttúrulega fyrst og fremst körfuboltasérfræðingur. Þá er dróna bett bara, já, eða double chance fyrir þá sem vilja vera öruggir. Þá er þetta bara, a banka. This one could never fail. Einmitt. Veistu hvernig ég er að vitna hana? Nei, hvað? This was the banker. This was the one that was never gonna fail. Mér langar svolítið bara, þó ég hafa ekkert fyrir mér í það, langar bara að giska á Pitbull. Nei, þetta er Gary Neville. Þetta er held í stuttu eftir að ráðninguna á Ole Gunnar Solskjær. Mér minnir hann að hafa sagt. Og þetta er orðið svona mím. This was the banker. This was the one never gonna fail. Má sjá Pitbull hefði getið sagt þetta. Eru að hlæja Gunnar en það segja þeir fara aldrei í gegnum Real Madrid og þetta, já, mann kannski áhyggjufullur eftir framistöðuna í hátteginu. Nei, það var heldur ekkert umræðan. Umræðan var þessi fyrirleikur. Já, en heldur þau fara áfram? Ég trúi því alveg að það geti gerst, já, en nei, þú veist. Þú leifir þér samt að trúa? Já, ég leifir mér að trúa, en ef ég á að setja mig, og ég reyna að vera alltaf faglegur í öllu sem ég geri, ég þekki það. Að þá myndi ég halda að Real Madrid... En þið farið í gegnum þetta, þið ekki komin í úrslita því að þetta PSG-lið er náttúrulega búin að missa Messi, Neymar, Mbappe og Sergio Ramos. Kóngana. Já. Þetta er smá missi, sko. Já. Þá ekki verið hægt að tappa þessu liði. Nei, ég held að vilja fara bara í gegnum það. Í rauninni. Nei.
Sko, þitt faglega mat Dúi litli Svo þitt faglega mat hvort telur þú líklega að Aston Villa fari í úrslit eða Arsenal svona bara ef þú reynir að vera faglegur Vorum við ekki hættir með þetta hér? Nei, ég að spyrja Tómas Ef við ætla að vera alveg faglegur þá var ég að segja Arsenal Já Ég held að Villa séu líklegri Já Og þú byggir það á hverju? Bara leikmenni sem að PSG er búin að missa Það er alltaf fór hellingur þegar Messi fór á PSG það fór hellingur maður getur oft lesið í sko hvaða Hjörvar er að teikna upp sko sérstaklega þegar hann er næs í manni ég sá þetta ekki fyrir ég verð að gefa þér það það var bara helviti vel gert hjá honum það var helviti vel gert hjá honum já, takk fyrir það takk fyrir það en muniði samt þegar Messi PSG það var smá eyðimörku ganga hjá þeim unni ekki deildina mæti Messi ég held að þetta ekki báða sem var í bóði heima fyrir ég minni mig hann kendi þeim að vinna það var búið að vera smá eyðimörku ganga Pochettino klúraði sig pældi ég að vinna ekki deildina með PSG þá myndi ég líklega þeir eru búin að klúra þess að tvisvar á svona síðustu 10 árum eða ekki Monaco og Lille já, ég held það hann var líka einhverju viðtali klúraði þessi samt ekki einhvern veginn bara fyrir nei, var það bara síðan að áður Messi mætti og kendi þeim það var runnið þetta bara síðan já, þeir eru alltaf búin að vinna þetta í ár ég get lofaði því já, það verið störa það er líka að Pochettino var í einhverju viðtali talandi með USA gigið sitt og tala bara þeir gætu bara mögulega að fara alla leið á þessu heimsmeistarmóti tappa þessi daginn eftir móti Panama það gerir jafntefli eða eitthvað þetta er snillingur hversu mikill snillingur segir eins og bara Auðun Blöndal og félag já þetta var að Vinny Junior þinn maður má ég sjá ef við förum aðeins í bikarinn á Íslandi hvernig er staðan í leikjunum okkur núna það er Fylkir að vinna KF og svo eru þeir ekki byrjaðir hérna í leikinir Skallagrímur Úlfarnir í kvöld klukkan 6:30 það er leikur sko Skallagrímur með þetta skemmtilega völl mér er alltaf gaman að spila í Borgarnes ég hef meira afrekað það að spila þar fór alltaf ég fekk ekki að fara á mótin í Eyjum KFR fór ekki að öll þau mót sem ég veit ekki eins og hvað heita sko það var alltaf Borgarnesmótið hjá okkur já, sama hjá mér bæjarfélög undir 2000 manns ég fór á Nikolásarmótið á Ólafsfirði svo fór ég á smábæjarleikin á Blöndósi ég fór á Strandamótið á Áskostrand svo fór ég á Borgarnes það var bara svona þannig að þið fór ekki til Eyja nei eitthvað kappátt á einhverjum Tomma eða hvað sem þetta heitir móti ég veit ekkert hvað þetta er þið mistuðu að miklu get ég sagt ykkur á sömuleiðis þið mistuðu að Borgarnesmótinu sömuleiðis voruð þið svona á þessu mótum tala svona ykkur á milli það er ekkert að gera það er umöðulegt að vera hinum mótunum það var svo náttúrulega vissu þegar ég held að byggandum við erum svolítið ekkert eitthvað rosalega liðsamt sko við sáum alveg það vantaði svona kannski þess að stærstu posta en það var yfirleitt sko KFR var svona þokkalega gott lið þetta Skallagrímur voru náttúrulega góðir það voru það Galacticos Víðir Garði voru alltaf dálítið hættulegir og Kvödd það var svona Seinasta mark í Prem, Páskagundir það var Eiður Gunnarsson hann neldi þetta þeir eru búin að setja páskaboltan inn í þetta hún er svo ótrúlega nú Samano tók þátt í kappátunu á Magga í Eyjum nú hvað var getið þar? Það var alltaf hambúrgar það þegar Tomma hambúrgar voru með fyrstum með mótin sko og það var tekið vel til matar var þetta svona svolítið ástæðan fyrir því svona í seinni tíð Tommi þá gerðu þú það svolítið að þínu að vera í svona kapátum og taka það til því já ég fekk aldrei tækifæri heyrðu hérna við vorum með eitthvað flísaleik með flísabúðinni upp á Höfða ég hef svo sem sagt þessu áður en þetta var ótrúlegt kemur kona á vann þetta 500 skall í flísum glæsileg gjöf þarna frá gjafaleikur hjá flísabúðinni og hún segir hérna ég er konan sem að vann húllahopp
keppnina í Vestmanni 1990 og ég hafa oft velti fyrir mig hver þetta var af því sko, ég á búin að vera 50 mínútur hérna og ég bara þannig, ég með þannig með mér ég get bara verið endalaust. Herri, svo bara tók ég bara húlarhringi, ég nefntist ekki lengur og sagði bara kom gott, herri, hún tók bara 51 mínútu, slómeti mitt og þú veist, það var bara komin einhvern massífur hópur og ég hugsaði bara, eftir að ekki bara fyrir maður street credit í Kópavogi sem betur verið vann í þetta ekki af því að það hefði verið einu verðlaunin sem ég hefði komið með frá Vestmanni en þú hefði getað verið endalaust, þú ert bara með þannig með mér ég er bara, ég er hér alveg bara non-stop Þakkaði henni ekki svona fyrir að hún svona svolítið bjargaðir frá því að svolítið bjargaðir eftir á higgja Hjörvar, húllamestari Hjöppi húllamestari Ég var rosalegur í þessu Hjör, Dabbi Reyja eða Dabbi De Gea í víti og húsið undir það er tveir vonlausir í vítum Þetta er í löngkefni Já, þetta er í löngkefni Já, Reyja gæti alveg var í víti Já Það er að segja að það er eitthvað sem er að flýta sér að taka víti sem er stressaður Já Hann er alltaf búin að skuttla sér löngóður en að víti kemur sko Já Það er ég Seinni hálfleikur fyrir að hefjast Ég sé að leikmann Crystal Palace og Brighton er að gera sér klára fyrir seinni hálfleik og hálfleiksbettið okkar var á Úlfana það var nokkuð faglegt Já, nokkuð faglegt, það er ferð til Marrakesh undir Já, ég og Gunni ætlum að bjóða einhverjum sem að hitta á öll 3 rétt úrslit til Marrakesh Það er rosalegt Já Og það kostnaði bara 50-50 split Já sækert bara Ég borga flugið út, hann borga flugið Það er alltaf dýrara Hjörvar með millileitingu Nei, Gunni er að maður að kötta þetta sniður og Við tökum 18 tíma hérna í Finnlandi áður við fyrir til Reykjavíkur En spilum við ekki naflaból, það er 37B Já, 37B í kúkaleittir er alveg aftur Það er naflaból Já Já Manstu þegar ég að við fórum að rífast þarna við Þjóðverjana Ég var að hlusta Sopranos-lagið uppátt í flugvélinni Hvað Þjóðverjar eru ógeðslega leiðinni Já, ok Skemmtilegasta lag sem þú getur hlusta og ég ætlaði bara að lega fleiri að heyra þetta lag Já Nei, glimtu Þeir eru náttúrulega regluóðir Það eru svo leiðinni Ótrúlegt Það er, algjöri reglupísar Heldur betur Já, leikirnir eru byrjaðir Það þeir eru byrjaðir út allt Nú byrjar The Comeback Já Hömrónum Við erum búin að ræða hérna úrslitakeppnina í körfubolta handbolta og öllum Hvað er að gerast í blækinu? Bara 1-1 hjá Aftureldingu og hérna Völlur tóku aðra hreinu og mjög tætt Já Ég var bara að pæla sko hvað til stuðu til sé á Madrid eða eru þeir kannski konum með fókusin á Emirates Já, ég veit að Ég var bara að pæli að það er ennþá hálfleikur þar þannig að við getum ennþá hálfleiksbett þar 2 Ég var að setja á 205 heimaðalli bara bara, þetta er sko, en erum við ekki hérna bara leggja til að fólk ræni Epic Já 205 á Real Madrid á heimaðalli Bernabéu Shit Og eins og við segjum, þeir vinni og eftir að teka inn einu Það geti verið ákveðið högg Já, þetta getur verið högg Við þurfum að beðast afsökunar fyrirfram Já Þetta er bett sem að ég held að ég geti bara ráðlagt fólki að fara Hvað er mikið eftir á þessum leik? Það er hálfleikur. Vá, 2. Ég var ekki sett, ég var bara verið að flytta hálfleik. Já. Já, þetta þykir mér vel búið. Já. Höfðinglega búið. Nú, ég held að Hey Jude seti kannski vinnurinn á 87. Hér er Jóhann Guðmundsson að tala það að hún var unnið fótboltamótið á töðugjöldum á Hellu árið 2017 og varst með Tryggvi Guðmundsson með í lið. Já. Ég fengi það eira. Nei, ég bara ég sótti hann og bara bauð hann ákveðna greiðslu fyrir að ég heyrði Jóhann svona 20 áður. Ég sækja hann síðan 9 morgunin í Reykjavík og við keyrum saman austur. Sækjum dolluna og ég fyrir síðan heim og allir dálítið sáttir sko. Já, var hann góður? Hann átti eitt geggjaðan kross á mig þar sem ég skoraði með flugskalla og það er bara, þú veist, hann deliveraði því
En það var svona aðeins byrja að hægast á honum, kannski þarna 2017 og hann búin að vera hættur í nokkur ár 2-3 ár, En já, þú ert svona flugskallamaður. Já, ég tók hann líka sko mjög neðarlega í flugskalla. Svona pappan. Já. Ég hefði í rauninni getað nota lappir en ég ákvað bara að setja bara hausinn í þetta. Heldur betur. Hvað í, sko, ef við kíkjum aðeins á dagskrána í kvöld, við framundan í beinni síðunni. Það er oft gaman að kíkja á hana, bara sjá hvað maður og horfa á. Náttúrulega öll augu beinast að Breiðabliki og Aftureldingu. Og ég ætla að fara þannig lengt því að ég er með þarna óðan 7 ára stuðningsmann Breiðabliks sem að þarf að fara með á völlinn. Ef við kíkjum á þetta eftir að við komum heim þá er það Stjarnan Njarðvík í kvennakörfunni, Al-Ahli á móti Al-Ittihad. Já, ég ætla að horfa á hann. Svo er náttúrulega, svo er söfnunarþáttur náttúrulega sem ég og Tómas munum taka þátt í fyrir kvennaatkvæðið. Já. Við munum koma þar með svona guest appearance. Hvernig tengist þú kvennaatkvæðinu? Nei, ég bara stið málefnið. Já, þannig að þú tengist því ekkert beint? Nei. Bara haft samband við okkur og sjálfsögðu. Já, og styrkja. Við erum að fara að byggja nýtt kvennaatkvæð og við ætlum að reyna að gera það einir okkar leið. Hvað er allar að byggja það? Komið lóð? Nei, ég var ekki fenginn í það verkefni. Við Tómas erum mættir þarna til þess að safna og það verður kappátt. Já, það verður kappátt. Já, út af Tommin fekk ekki að taka þátt í kappátt og Tómamóti. Þið eru að fara að keppa í kappátti. Það er rosalegt. Á móti 2 öðrum. Eru þið þá saman í liða móti? Ég veit, þeir eru örgulega bæði liða og einstaklingskeppni. Já. Og það eru Will og Andri sem voru á móti okkur. Ég er búin að vera fasta núna. Er það burger eða? Ég er búin að vera fasta í 2 daga. Já, veistu hvað ég er búin að vera ekki þar? Ég er búin að vera síðustu 5 daga. Ég er að taka 10 til 12.000 kaloríur á dag til þess að stækka magann. Og þá getur maður dálítið raðað niður. Vigfús Árnason er nýr she-scrabber. Og núna getur hann notað alla þessa flotta emoji-kalla sem aðeins áskrifendur. Þetta er ekki super she-scrabber. Hvað þarf maður að gera til þess að verða það? Hvernig verður maður super subscriber? Channel á YouTube og verður member. Peningakallinir. Já. Verið með í gleðinni. Hérna, já, og svo er Hawks Knicks í kvöld og það er heldur betur nógum að vera. Hugsið ykkur bara úrvalið af íþróttum sem þetta er að horfa á í dag. Það er svona 5 af 7 dögum í viku, er bara þetta eiginlega að liggja bara frá klukkan 4 og horfa á ykkur íþróttir. Sko. Þetta er skemmtilegasti tími ásins, apríl-mæ. Já. Það er bara, þú veist, þegar eru allt í gangi, úrslitakeppninar, hérlendis, besta, byrja. Auður Blöndal opnaði sem þetta ekki er, sko. Já, það er besti tíminn. Já. Styttist í Eurovision. Styttist í Eurovision. Ég er nú helvítið spenntur í Eurovision í ár. Róandi hér, róandi þar, segi ég. Tómi, þú ert svona rockhundur. Já. Hvernig líst þér á þetta lag? Ég er náttúrulega bara, finnst þetta náttúrulega bara alls ekki nógu gott verandi rockhundur. Ég er svona... Bara á Eurovision á Epic, má ég sjá hvernig stuðarnir eru? Mín eru svona uppáhalds Eurovision-atriðið, það er Lordi, það er Vigvam frá Noregi, svona þessi atriðið öll. Komdu í nútíman, vinnur. Þú veist, það er það sem ég vil. Komdu í nútíman. Þetta Heyrðu, nei! Við erum með næstlíðilegasta lægi. Skrolliði upp. Pól Krúk er að koma inn á. Pól Krúk er að koma inn á. Herri, við aðeins. Ísland er ólíklegasta landi til að vinna þetta. Og við erum hérna með öðrum hörmulegum Eurovision eins og Króatíu og Georgíu. Það er sem er hörmulegar Eurovision. Það þarf nú ekki mikið að gerast til þess að lönd poppi upp og niður. Ég meina, þú veist, við sjáum nú bara Danirnir sem eru nú með svarta beltið í þessu. Þeir eru nú þarna bara rétt fyrir ofan. Þeir eru satt miklu líklega við, sko. Nei, ekkert miklu. Jú, 200 og 250. 200 á móti 250. Maður er samt, sko. Komið í 3 tölu í stuðli, þá skiptir, þú veist, þá ertu bara að velja á milli kúks og skýt. Ég er samt að hugsa... Ég held að Ísland eigi eftir að koma óvart. Ég segi einn blaðamannafundur með væp og stöðlum. Það sem ég gera á The TikTok. Já, ég er að segja. Ef við gera eitthvað geggjað á The TikTok, þá gæti það orðið viral. Og þeir eru með Big Sexy apparatinu. Ég haldi áttið alveg á því að, þú veist, ég er harðasti Rúnars Freys maður á landinu og allt það. Ég held að allir átti sig á því. En ég verð samt.
ég get ekki verið að senda út lög sem komast ekki í lokakeppnina ár eftir ár. Þetta er alveg closet dæmi. Nei, það þarf sorry með mig, en ég get það ekki lengur. Eva Nilsson er búin að skora 2-0. Nei, ég er ekki svona svartsýnn allavega. Ég held að þeir eru möguleika á þetta því að það gerist. Ef við setja eldgamla 200 skallin á, ég segi að við förum ekki áfram í úrslagkvöldi, þú segir áfram. Nei, það er ekki 50-50 bet eins og þú sérð þarna. Nei, þú er miklu að trúa þessu lagi. Ég hef trúið hér, svo náttúrulega. Já, þú ert að syngja annar. Það er ekki, róandi það, róandi það. Sí og æ, sí, aldrei fæ ég nóg. Þú ert að syngja það. Þetta er náttúrulega í grunninn er þetta. Róandi það, róandi það. Hjörvar er að syngja þetta rétt, sko. Sí og æ, sí, aldrei fæ ég nóg. Ég er að syngja þetta lag. Er með að slá saman tveimur lögum? Já. Rosalega Júrósson sérfræðingur. Segja þér róandi, já. Róa í gegnum öldurnar, já. Ég fór í... Ég er þannig, ég þarf, þegar ég fyrir á djamið, þá er ég bara að fara að fá mig snúning. Já. Snúning, tíma snúning. Og þú drekkur ekki? Nei. Það er alveg löðrandi sveitt. Bara fara á djamið til að dansa? Já, bara til að fá mig snúning. Já, svo er maður bara með vasklas á kanti. Konan bara eitthvað að byrja hvað þetta fara. Já, þetta bara að fá mig snúning. Ég heyrði það að vera góðu DJ. Já. Og svo leið og DJ-in drullar, þá fyrir að klósti. Já, ég ringi oft í staðinu. Hver er að DJ? Hver er á borðinu á okkur í kvöld? Ef það er Jónas Óli, þá mæti ég. Já. DJ og... Já, Mark Pallas, woo! Munoz. Hún er Ponsa lægandi. Mateo Munoz. Er Ponsa með þá? Já. Eftir að ég var búinn að pakka þér saman í fantasíinu, þá hætti ég að pæla í þessu. Ég er alveg hættur að pæla í hanskaboltar. Já, þetta er smá deflection og í hornið fer boltinn Crystal Palace 2, Brighton 1. Já, ég var harðasti herumaður landsins fyrir kortir. Jú, ég er harðasti herumaður. Hvaða pilla er þetta? Hvaða pilla er þetta? Mjög skrítin pilla. Já, hún náttúrulega, það var svona ákveðin closet framistæð hjá henni. Nei. Hún var í síðasta seti. Já, en unnust sigrarnir ekki kannski utan sviðsins líka. Svo er alveg hægt að færa rök fyrir því, jú. Það er alveg hægt að færa rök fyrir því. Sammálaðna. Ég held, ég var að ræða þetta með aðra Júrósson-sérfræðinga. Evrópa var bara ekki tilbúin í Scared of Heights. Já, þú náttúrulega síndi það, Evrópa síndi það, hún var ekki tilbúin í þetta. Hvaða þjóð hatiði mest í Eurovision? Ég er með mitt land hérna, það er Portugal. Minnst þér alltaf ömuleg. Ég bara svona, þá fer ég á klósitið. Þú talar sem performance. Já. Norrjör. Nei. Þeir eru alltaf með einhverja bangar á það. Nei, þetta er alltaf... Hæ? Norrjör. Heyri, hugsa ykkur að þetta lag var í ár. Scared of Heights. Hún kom bara með það snemma. Þetta væri allt önnur saga í ár. Þetta væri allt önnur saga. Bara út á TikTok og öllu. Já. Ég er svona alltaf, ég þól ekki svíjana sko, þeir delivera virðist vera alltaf sko. Þeir eru náttúrulega bara með svarta belti. Já, þú veist, það er kannski öfund bara. Sjá þið. Evrópa var ekki tilbúin í það. Heartache blues, I feel it coming. Evrópa var ekki tilbúin. Evrópa var ekki tilbúin. Það verði það næði, sko, ok. Svona, mitt uppbúðsland hefur alltaf verið Ísrael. Þeir eru alltaf með flott lag. Ég meina, lagið þeirra í fyrra, náttúrulega, lagið þeirra í fyrra var frábært. Þau náttúrulega rústuðu televótinu í fyrra. Já. Og voru síðan í, mann ekki, 3., 4. Þeir voru lægra, held ég. Skilaboð. Og þeir eru með mjög gott lag í ár líka. Viljum út á veindur. Anskot. Já, Ísraelsmenn verðast vera líklegir í ár líka. Hvernig, hefur við bara svona lokað með sem með stuðlana í... Eurovision, hver er líklegastir? Nei, mínir menn í Azerbaijan. Það er svona land sem deliverar alltaf, sko. Það er hljóta að vera ofalega. Er eitthvað land sem saknið úr Eurovision? Af því ég sakna Tyrkjan alveg rosalega. Já. Sko, Búlgararnir hafa ekki verið með undanfarin 2-3 ár. Ég sakna þeirra. Ég sakna þeirra. Það voru oft eftirminnilega framistuðu þar. Já. En Ástralía Fylkið 3-0. Herru,
Ástralía, það ennþá? Ég pjúristi með þess að þvæla hérna. Ég slekk. Já, ég sniðgeng það. Ég slekk alltaf. Þá setjum við á mút. Ég er svo mikill mannvinnur. Ég vil hafa svo flesta... Já, en þetta Eurovision. Eurovision. Þetta er svo eins og opna Reykjavík-mótið. Ég er mannvinnur. En sænska lagið er mjög gott í ár. Sko 2.90, minnst það nú bara valjú. Það er eitthvað svona grínarar eða ekki? Já, en lagið er svo catchy, sko. Sem að ég reyndar, sko, það er með vibe líka. Þetta er catchy lag. Já, það var það catchy að þú myndir ekki eftir því. Já, nei, hann sló saman tveimur lög. Rosalega catchy lag. Hann sló saman bara. Sló saman þetta tveimur lögum. Já, ég senda Fókus hópin út næst, frábær. Já, vá, það var lag. Ég er með sögu. Já. Nei, bara... Jó, byrju, Tómas, klára fyrst. Nei, bara sko, trúbadorinn Steini Bjarka, söngvari. Hann, ég veit ekki, þetta er eins að info. Hann hafnaði á sínu tíma að ganga í söngkópin Fókus. Sá lítur að sjá eftir því síðan í kjölfarið. Hann fekk bara að taka, var verið að rekrúta í hópin. Hann hafnaði að taka. Þetta minnir mér svolítið á trommarinn í Botlu þegar að Coldplay töluðu við hann hafnaði því. Já, hann hafnaði því. En ég var að segja, hann ætti oflega ennþá meiri pening í dag ef hann hefði farið í Coldplay. Já, þú heldur það, já. Sko, ég held hann að það ætti meiri pening í dag ef hann hefði farið í Coldplay. Hann segir Samano er búin að vera mjög virkur. Sko, hann segir hérna, England og Holland valda alltaf vonbrigðum Euro. Sko, England sendir út, sko, hérna, Olli Alexander í keppnina í fyrra. Það er bara... He's world famous. Það var í years and years. Skiptir ekki mál með Bretana. Evrópa kýs ekki Bretana í Euro. Holland eru með frábært lag í ár. Þeir eru með, viðlagið er svona að hluta til á frönsku. Það er mjög skemmtilegt lag. Og besta lagsögur á Eurovision, svona fyrir okkur pjúristana allavega. Það er að byrja Gina G. Just a little bit, a little bit more. Nei, fyrir okkur, besta lag er náttúrulega Love. Shine a light every corner of our land. Let the love light carry. Það er mitt uppáld. Sko, en svona annað laga því að við erum komin í þetta. Mólið 2, lagið frá Serborum 2007. Já. Mólið 2, og frekar ófríð að syngja, en Serbandi bættuð upp með tveimur alveg mjög huggulegum sikkurum megin við. Nei, passuðu svo því, já. Þeir kunna þetta, Serbin kann þetta. Kann leikinn. Serbin kann þetta. Yes! Við erum að horfa á Vestam sem er að jafna. Susek, nei. Fúlkrúk! Hver er sá besti? Hver er Fúlkrúk? Hver er sá besti? Wow! Sko. Sá stangaðan inn, eru það að grínast? Wow! Stangaði með höfðinu. Ísköld. Boom! Hvað viltu? Öxlina eða læri? Já, læri takk. Ísköld. Þetta er towering head. Þetta er sokkur. Þetta er sokkur. Ég vaknaði í morgun, bara fullkrúkt dagur. Þetta er ekki af hverju ég er að efast Tómas, hann er eitthvað besti Premier League bettari líka bara svo þú finnur, sko. Er Báin farin út af kannski það? Fór hún út af fyrir fullkrúk eða? Veit það? Hann er ná, flott. Álifir þetta þá. Þá lifir þetta heldur betur enn á. Við ætlum að setja eitthvað eitt pikk á bestu deildina. Við ætlum að fara á Epic. Wow. Erum við þá í ádrætt pikkum eða erum við að taka leikina? Eru komin gólskoring? Svo að segja. Alexander Finnsson er pjúristi. Hann er reyður yfir að gleymt Flowrider með San Marino. Nei, ég meina, og það lag einhvern veginn fekk ekkert brautagengi, þú veist. Það er Flowrider með San Marino. Þetta eru 2 ár síðan eða eitthvað svona. Ég fór til Miami 2017, kem til Rikka G, sem var náttúrulega einn besti tónliststjóri sem ég hef verið með, hérna á FM. Og ég segi bara við hann, ég er með 2 lög sem að verða fáránlega vinsæl. Annað er hérna þetta hér. Despacito heitir það. Ég sagði, ég heyrði þetta lag og þetta verður rosalega lag. Hann svona gaf ekki mikið fyrir þetta Despacito. Ég sagði við hann, ok, ég var hann á sérminni. Ég með lagið Cake með Flowrider. Muni eftir Cake. Og ég sagði, þetta eru 2 certified bangers. Hann fór bara með þetta eins og hann gerði, bara í ákveðu ferli.
og beigði í smá stund, lá á þessum lögum í smá tíma, sko. Já. Og þetta fer bara í einhverju ferli og ekkert verið að asa. Það ég þekki þetta, það ekkert sett í spilunum leið, sko. Þetta fyrir bara settum bara í faglegt ferli. Ekki alltaf fundir og svo spurt, þetta spilin eða bilin? Já, spilin eða bilin, já. Svo kom ég, kannski nokkrum mánuðum setna og ég var svona smeyku við að koma ný lög til það, sko. Nokkrum mánuðum. Þá kom ég með hérna, but I'm only human after all. Don't put the blame on me. Og hann sagði, býtu, hvað Nick Cave drasli þetta, sagði hann með mig, sko. Ég sagði, ég er rótaður, ég viðurkenni það. Herri, Háka var að tapa fyrstur henni 25-12. Jesus Christ, og hvernig... 25-12. Í blækinu, og hvernig, nú spyr ég bara einhvern sem er á vellinum. Þriðja lið, hvernig er það búið? Já, ekki. Það er búið að vera í aðalhlutverki. Já. Er þriðja liðið búið að vera í... Vist það alltaf þessum... Já, aðalhlutverki. Já. Það eru auðvitað dómari sem eru auðvitað hérna fyrir ofan. Hann hefur auðvitað ekki verið hliðhóllur Háka bara allt tímabilið. Er það þannig? Já. Ok. Það er svolítið litið framhjá. Við ætlum að henda ykkur cheeky back. Ég ætla að setja Tobias Thompson anytime goalscorer í Breiðablik afturöldingu. Með hvað glæsilegur í gær þá var hann að skora. Tobias Thompson skorar. Glæsilegt kvikindi. Hvað er þið með Rógar? Eru að taka bara Breiðablik afturöldingleikina? Já, ég segja Patrik Pedersen skorur fyrir Val. Ætla að vera með 2... Já, þetta eru mjög boring bætti á. Hvað? Já, hvað, 2,2 ástur Patrik Pedersen skorur? Já, kallaði það boring? Já, bara velja favorites í gólskoring. Já. Snýst þetta ekki um að double our money? Ég var að sniður. Ég ætla að reyna að vera sniður. Ég ætla að segja KR -1.5. Þá er ég reyndar að fara bak við það sem ég spáði í fútbol í gær, en ég ætla að segja KR -1.5. Það er tvítrygggíkin. Það er gamla góða tvítrygggík. Já, hún er... Æja. Gunnar er annir hliðhóllur KR. Aðeins sjá goalscorers í Valur vestri. Það má kannski ekki sitta alltaf sami seðil. Ég er með hann Alex hérna í... Ég vil sjá stuðlun á túfuna, en... kannski má býða bara. En ég meina, þú getur alveg tekið eitthvað í Víking. Víkingur IBVF. Er ekki guldspjald á hvern Eyjamann? Er ekki nóga gulum á Eyjamann? Já. Og ég verð á vellinum, og ég ætla að vera, sko, ég ætla að stela múfinu hans. Bóasar. En hann er alltaf með red card, ég er með yellow. Þú ætla að það mennum á mótunni. Er það ekki bara... Yellow. Er það ekki bara Sigurður Arnar yellow eða? Ég set Milan Tomic. Er hann ekki að fara að strauja eitthvað? Jó, getur þetta verið. Stimpla einhvern. Já. Það er rosalega, þetta myndi detta. Hvað er stöðutin á þessu? 60. Hann 60? Ekki má 60? Ekki nema. 60. Síðan klikkar KR hjá Gunna og það var 60 í gólfinu. Svo Páll Sævar myndi segja 60 í gólfinu. Ég ætla að fá að stela þessu. Hver segir það? Ég ætla að fá að stela þessu. Að það var 60 í gólfinu. Ég ætla að fá að stela þessu. Þú mátt það. Hvern var að setja yellow card á IBF? Hvað endur við með þetta? Ég fór í hann Tomic, miðurinn. Serbnesk stimplun ykkur. Fyrst við erum hérna með Epic opið og get ég fengið hérna út að P.S.in Ágúst Marel var að töðu við Körbóltselunum mínum, get ég fengið þetta frá Tomma fyrir leikin á sundan. Easy picks. Já, skoðum við það eins. Kíkjum á leikina. Það eru þetta þessi Keflavík Tindastóll leikur sem öll augu verða á morgun. Það er Tinda. Það get ítt aðeins á hann, maður sjá, ítt á Keflavík Tindastól, ítt á þetta. Blöðar en fyrirmyndin að skunna. Já, hvað er spreddið? Auðvitað er hann það. 1,5. Já. Er Rúnar Ingi að fara að jarða Kjartan alltaf? Það er byrjuð, kýtt á stöðuna, kallið minn. Hvað heldur að Kjartan allir sé ekki saman regular season eða? Já, hann er ekki regular, hann er minnsti. Drullu saman regular season. Hann play og skatt. Já, Rúnar Ingi þjálfari ásins á regular season. Sko... Já, en klárum þetta. Þetta er aldrei faglegt hjá naflanum þegar kemur að Keflavík. Vinni! Nei, Vinni maður! Vinni maður! Sokkur! Ég sokkaði ykkur! Þetta var sokkur. Já, Vinni Junior voru skora. Hver hefði trúað því að Vinni Junior myndi setja hann? Enginn í þessi stúdíói. Nei. Nema Kjallin. Það var ótrúlega þegar ég raunin að láta sér þetta í hug. Það var í rauninni ótrúlega. Já. Auðvitað var yngsti maðurinn á þessu borði. Hann sá þetta fyrir mig. Já, það er hérna. En Kili, er hann ekkert búinn að... Nei, langt frá þér. 60 í gólfinu þar.
En hérna, Guðrún Kardas sem var í Marrakes-ferðinni vikunum mín, hún var að spyrja hvað heitir þetta lag? Já, ég veit ekki alveg hvort ég geti gefið það upp, sko. Nei, ég sendi bara á hann og þetta er ekki, sko, hún er sískrabur. Þetta er sko, hérna, já, hún er sískrabur, já, þá fær hún þetta endar. Já! Hestarnir eru lausir. Vá. Reyndar, núna er ég... Ertu með... Jésús. Núna er ég stressaður. Nafli, er það eðilegir þetta? Guð minn almáttuð. Er hann farin út af það? Þetta breyttist hlátur í grátur. Ég vona að menn hafi elt mig. Ég sagði að það væri 150% líkur hérna í byrjun. Það var bara fyrsta sem ég sagði. 150% líkur. Jarrod Bowen skorir í dag. Ég talaði einhverjar 200% líkur á fullkrúk. Já, það hérna... Shit, þetta var svaklega. Hvað segir þau? Súsek farin út af maður. Minn almáttuðu nafli. Jesus maður. Súsek guldspjald. Bara galið. Galið. Hvað er þið eitthvað rugglar? Það er bara dómarunum að kenna. Þriðja liðið. Já. Þriðja liðinum. Ég verði að segja það að þriðja liðið er bara búin að skemma fyrir mig helgina. Það var þetta bæði í kriganum í gær og núna. Já. Jú, einu sem fannst... Við fórum sko from here og bara beint niður. Kota aftur með lagið bara þannig að við getum fengið aðeins smá. Algjört sko, fagnir ykkur marki og svo kemur varið. Þannig að ég geti fengið aðeins skýrin í gangi. Nei, sko... Það er myrkur og mannaskítur framöndan. Svona eftir á hyggi er þetta náttúrulega galið. Góður. Súsek guld. Hlynur Orri. Takk frá mér líka. Takk frá mér líka. Yes. Það er Rocco. Yes. Það er Rocco. Veitu, af hverju býður Tómas ekki? Nei takk. Ég er náttúrulega líka að drekka ekki rauðin, sko. Ég er ekki ennþá búinn að ná það. Hann er hérna... Þú ert líka að fara á rúf. Akkurat. Já, þarna breyttist hlátur í grátur. Já. Það er Kalli og söngari. Þetta er á Róbert Westman. Vil ég ekki hella yfir hvítu peysunni minni? Takk. Hvað kostar þessi peysið þetta? 40.000 krónur eða? Nei, það var alltaf svo dýr. Man á ekki hvað ég borgaði fyrir hann? Nei. 40.000 krónur eða? Nei, ég meina, hann er í rosalegum ból undir og hann er ekki búinn að fara úr flíspeysunni. Aftur er líka að tapa annari hreinu. Aha. Það eru 2-1 undir. Hvað er að gerast þér í Mosó? Það er skál á sig, Jörgur minn. Já, skál. Dundurum þessu. Jesus maður. Já, rauðin og Pepsi Max. Þetta er frá Róbert Westman. Já, djúvill er þetta gott rauðin. Já. Það er bara sömu sekundinni að Vinni skorar og svo skorar Jarrod Bowen en nafnum vaskar því. Vaskur frá nafnlanum. Ég vaskaði upp hennar backbuilder. En hvernig gengur seðillinn minn? Get ég séð hann? Ég ætla að googla hérna Tómas Sásek Yellow Cards. Bara svona til að aðtöfa hversu galið þetta var. Sko. Hann er nú þekktari fyrir að skora mörkin. Svo. Já, það er alveg málið sko. Jú, seðillinn minn er líka í lónu. Pældu í því, líka er ég búinn að fokka upp minni megin seðli þó að Vinni hefði skorað. Hvað er? Heldist Brighton. Hvað með úlfana? Eru þeir alveg sofandi það? Ég er ennþá að hóta 65-unni ef þetta getur brúðið til bekkja vona í jafnteflinu. Hvað er hjöpsinningurinn? Palace eru Ég með allt grænt nema úlfan. Það er úlfarnir. Já. Hvort verða Manchester United eða Manchester City fyrir englandsmeistarar? Vá, þetta er rosalega spurning. Hann fekk síðast guld á móti West Ham. Nei, á móti Brentford segi, á móti Brentford 15. februar. Já. Ég sagði á þann leik, hugsaði með mér, nú ætlar hann endurtaka leik. Það er stutt í það, fyrst að það. Það er svo sem ekki búið að spila mikið, sko. Nei. Og spila mjög lítið. Já, Gunnar ekki taka það með í reikningin. En já, samtidig, þetta var galinn pæling. Þetta var alveg. Er það að hann hafi ekki spilað mikið? 90, 60, 90, smá fókus á eftir. Já, það er sko... Það er ekki. K.A.F. minka munin, 3-1. K.A.F. búin að minka munin. Það er prásarinn. Er hann að fara að bæta metið í aukaspindunum? Já, David Beckham. Já.
hann bara, ég held að hann sé jafn, en hann hefur ekki ennþá skorað aukaspyrnumark fyrir vestan. Heyrðu, hann var ekki hrifinn á honum með hann Lopetegi. Nei, senda hann í lán í Forrest, hann fekk nú lítið að spila þar. Já. En ég brásar hann alltaf svolítið á miðunni, sko. Það er þetta vandamálum ákveðum. Hann er alltaf hægur á miðunni. Einu svona faglegi Manchester United. Ok, faglegt. Já, einu svona faglegi Manchester United stuðningsmaðurinn Mark Goldbridge að segja Seriously think Arsenal are into double Seriously think Arsenal are in double figures of drop points now from incompetent and inconsistent officiating. Þannig að hann að segja þarna að þriðalið búið að kosta Arsenal meira en 10 stig. Nottingham Forest stuðningsmaður, sko. Varstu í salnum þeirra? Frægastu United. Nei. Ertu eitthvað rögglaður? Tjúbsal, hvað heitir hann? Tjúb sem er næstum. Prás. Hvað var svo að klára þetta? Bara prás í því. Hei! Nó! Fullkrúk! Nei, þetta var bóin. Það er ekki það. Við jafna. Yes! Úlfar að jafna. Herðu. Já. Sjá það. The United Stand með 2,05 miljón subscribers og hann sjálfur með 388.000 subscribers. Varst í salnum? Það var með eitthvað live show. Það voru bara búðingar þarna. Nei, ég var ekki í salnum. Nei. Það er verið gaman að hafa það í salnum. Ég er ekki United Cat, sko, en mér hefur þótt svona, þegar ég vil fá faglega umræðu Manchester United, þá leita ég inn á YouTube síðan hans. Þetta var Fabio Sarabia með markið. Snirtilegt. Leggur hann í hornið. Spennandi. Nú, það er spurt hvort ég hef verið prolific striker í B-liðinu. Þetta er frábær spurning því að í 7. flokki þá var ég sendur treyja til að skora mörkin fyrir B-lið og ég tiliferaði. Svona til að gera langa sögustutta. Varstu stór, þessi krakki? Varstu stærri? Nei, bara hékk frammi. Ef ég var frammi, þá tók ég alvarlega. Þá var ég frammi. Já, þá varstu frammi. Ekki að koma tilbaka og hjálpa. Já, þetta var mikið sko, maður var frammi. Og svo þegar eitthvað í gangi hinum meginn, þá var maður svona með hendur í skauti og bara fylgdist með. Þeir eru ekki að koma hérna yfir. Það er ekkert skemmtilega að sjá boltar á leiðinni inn í og þú ert að Og varst að skamma menn þegar fyrirgjöfin var léleg? Nei, aldrei skamma. Alltaf hvetjandi. Alltaf hvetjandi. Takk fyrir þetta. Þetta er bara það sem maður er að implementa hjá krakkunum sem maður er að þjálfa. Já, alltaf hvetjandi. Alltaf hvetjandi. Nú, hvað vorum við að skoða núna síðast? Við vorum að skoða bettið okkar í bestu deildinni. Besta deildin hefst í kvöld með leik Breiðabliks og Aftureldingar. Er einhver sem Ég fór nú á heimsótti, ég fór á heimsótti Gunnar Birgisson. Það var rosalega Ég fór að hitta hann og það var hrikalega gaman að koma og upplifa stemningun í Mosó daginn fyrir fyrsta leik í bestu. Bara fyrsta skipti í efstu deild, hitta Gunnar Birgisson á sínum heimavelli einhvern veginn. Það var súrrealist. Það er líka því hann á heima svo langt í burtu. Það er kannski ekkert margir sem taka sér til á heimsækjan alla þessa leið. Nei. Ég hef aldrei komið að náður. Og ég ger ekki ráð fyrir að koma að náður. Skoðum þetta. Það er tími til að fara út á land. Í Mosfellsbæ býr maður sem heldur bæði með Breiðabliki og Aftureldingu. Fyrst smá Kostakaffi. Þið getið farið. Það er bara epic innslegi og nú ætlum við að fara út á land. Því í Mosfellsbænum býr maður sem heldur bæði með Breiðabliki og Aftureldingu. Við ætlum að heimsækja hann, en fyrst ætlum við að söndra smá Kostakaffi. Kostakaffi. Kostulegt kaffi. Kostakaffi. Kostulegt kaffi. Býttu bara eitthvað að fæðast þarna eða? Setjum núna eitthvað ömurlegt lag svona eins og Ísland í dag gerir og svona meðan ég er að keyra á stað. Þeir neldu þetta alveg på því. Þá erum við mættið í Mosfellsbæ með þetta fallega fjall hérna fyrir aftur okkur. Hér í úthverfi Mosó býr maður sem heldur bæði með Breiðabliki og Aftureldingu. Við ætlum að kíkja á hann, en fyrst smá Kostakaffi. Og við slumum kíkja á hann stuðningsmann sem heldur bæði með Breiðabliki og Aftureldingu. Þetta er haldið bæði fyrir. Þetta verður eitthvað. Býttu, var þetta Gunni Birgis allan tíma sem er stuðningsmaður Aftureldingu? Blessaður.
Þetta best að fara í Gunni Birgis kassa. Þú heldur bæði með Breiðabliki og Aftureldingu og því kom þessi hugmynd upp á Epic að færa þennan fallega búning. Wow. Þarna búið að skipta í helming, Breiðabliki og Aftureldingu. Og þetta fyrir leikinn á Kópavogsvelli og svo gerum við annan fyrir leikinn hér í Mosfellsbæ. Wow. Þetta eru tvær glæsilega tröð. Ég þakka kærlega fyrir mig. Ég mun klæðast þessu. Aðeins að leiknum á morgun. Já. Með hverjum heldur? Já, frábær spurning. Jú, það er náttúrulega tengingar í bæðilið og manni þykir vænt einstaklingu báðalið. Við þjálfað báða, Anton Ari og svo náttúrulega Maggi. Já, takk hérlega fyrir þetta. Og góða skemmtun á morgun. Við skoðum alla að kíkja á völlum og við sjáum það völlum. Áfram fótbolti. Áfram fótbolti. Þá erum við búin að kíkja á Gunnar Birgisson hér á landsbyggðinni, en hann er eini maðurinn á landinu sem heldur bæði með Aftureldingu og Breiðabliki. Nú ætlum við að halda heim, en fyrst smá kostakaffi. Ég ætla bara að detta í, tökum við upp þegar ég fer á kostakaffi. Þessi heimsókn til Gunnar Birgisson hér er komin í búningin. Þetta var fyrir heimaleikinn. Þetta var fyrir Breiðablikstíkin heima. Þetta er algjör snill, sko. Leiðilega fréttir frá London-vellinum. Bournemouth voru að jafna metin. Segðu okkur frá þessu, Tómas. Ég var upptekinn að horfa á myndband. Já, þú sér þetta. Já, þetta er bara... Við vorum að fara að bæta í að vika á þér. Er verið að skoða í varherbygginu? Já, hún var nú gaman að... Hann er svona búinn að sækja boltan og fara með hann á miðuna, sko. Kannski fyrir langt með þetta. Er varherbyggið eitthvað að... Það er verið að kíkja á þetta í varherbygginu. Nú teiknum við upp eitthvað góða línu. Not so fast. Og... Hann er ekki rangur, en það er maður að fyrir innan, sant? Já, en hann hefur einhvern með en eitt að gera. Þetta er aldrei ránstæð. En við tegum frá hendi. Nei, hendi er ekki leikfær. Getur ekki skora með hendi. Þetta er bara mark. Býtu, má ég sjá. Þetta er ekki samt, þú veist, þetta er tæpar en þið eru að halda þetta sé, sko. Ég sé alveg þetta mark. Hann er búinn... No-goal! Já, herðu þetta. Nei, þetta er mark. Nei, goal. Gól. Ekki vera að bulla svona í mig. Segir þú það ekki bara, Tómas, alltaf þegar þú fær svona skell, það er bara áfram fótbolti? Jú, maður verður bara að segja það. Það bara verður að segja það, áfram fótbolti. Dómarar hlutaleiknum. Sko, veistu hverju mér finnst þeirra kóngarnir? Körfuboltadómarar. Það er mesta kóngar á Íslandi. Ok, nú er Dabbi T einhverju bífi við eitthvað, hann er ekki að fara að dæma. Nei, bara dómarinn... Og allar fréttirnar á körfuboltanum í dag snúast allar Dabba vinn minn. Já. Er hann vinnur þinn? Já. En Kitty Óskarsson alltaf frændið? Já, hann er vinn. Kitty er náttúrulega bara besti dómarinn. Hann var valinn það, Kitty var valinn besti dómarinn. Hann er langbestur. Þú veist, þegar hann dæmir þá veit maður alltaf upp á 10. Já, það er bara þannig. Kitty er langbestur. En þetta er leiðilegt mál að Dabbi T búið að setja honum bara fótið fyrir dyrnar. Það er formaðurinn líka í KKÍ, sko. Þetta er svona svo Dermot Gallagher er alltaf einu formaður eitthvað knattspyrnusambandsins í Bretlandi. Það er dómari formaður. Já. Þú veist, eitthvað Florida Outlet kall. Já. Þú veist. Já, hann var að dæma. Það er aldrei langt síðan að dæmdi, er það ekki? Jú, en hann er dómari. Hann er satt dómari. Sko, kongur. Það var ekki líka framkvæmdastjóri. Þeir sem er samanlega Kitty sé best dómarinn í Íslandi. Já, maður verður ekki að segja það. Ef ég geti reist. Og ég segi sko, Kitty er besti en Ísak Ernir er nummer 2. Já, ég sakna hans. Ég sakna Ísak. Ég er nefnilega rosalega simmamaður líka. Ég er líka simmamaður. Ég er ekki simmamaður. Við erum sammála það. Þegar hann hendur í. Já. Ég er bara, er eitthvað hafis illa á bekknum? En eini maður sem fær ekki T og er á sér afslætti, það er DeAndre Kane. Já. Hann sko fekk að gasa yfir allt og alla í fyrsta leiknum í valsefélunu. Þetta er líka playoffs. Hann er bara með það í vasa. Síðan bara Kristoffer Breki segir eitthvað, strax T. Kári Jóns segir eitthvað, strax T. DeAndre Kane geltandi allan leikin og allt og alla. Kári Jóns, hann var heill í 3 daga eða eitthvað. Já, elsku Kári. Hann er alltaf meintur. Ég meina, playoff er bara önnur skrimsli. Þá verður bara að vera heill.
Hvenær Kristófur Eikóks úr leik í úrslíðinni? Aldrei. Availability is the best ability. En Greiði Kári, vonandi næra Júra. Já, auðvitað er að bara greiða hann, en hann þarf að vera heill. Skal ekki get healthy, man. Þetta er alveg svona öfugt við í fyrra, þú veist, þegar núna var hann svolítið heill í gegnum tímabilið og síðan einhvern veginn kemur á play-offs, meðan við svo í fyrra þá kom hann inn í úrslitadæmið. Hann er átt, ekki? Jú, hann er átt. Kemur hann beint inn í úrslitadæmið. Kristófer flúði skip þarna í upphafi leik 5 í fyrra. Já, það var svo easy. Það flúði hann bara skip þarna í fyrsta play. Easy double. En þá kom Kári Jóns og kláraði þetta. En það fer auðvitað mikið úr þessu valsliði eftir að Kári dettur út. Joshua Jefferson er ekki sem playmakerinn og Kári. Nei, þeir náttúrulega ekki með neitt point guard þá fyrir vikið, sko. Jú, Joshua. Já. En ekki tvistur. Ég myndi kalla hann meira combo guard. Þetta er skotmaður mikill. Þú spáði samt val Íslandsmeistaratitli þrátt fyrir að hann sé átt. Það komur nefnilega svolítið óvart hjá Tómasi. Það var liðið í rauninu sem vann titilin í fyrra. Því Kári var ekkert með í fyrra í úrslitakefni. Nei, nema í finals. Hann kemur í finals. En í alveg mýflugmynd. Ef að gefa eitthvað upp, hvaða teimi við erum að smala saman í hópferð norður? Ef að gefa það eitthvað upp eða? Ég haldur svo vantilega. Nei. Hann er á öllum leikjum, þannig að það eru við tveir. Glory Hunter, þeir mæta bara núna. Það eru við tveir og hver? Auðun Blöndal. Vá! Auðun Blöndal ætlar að koma með. Ég ætla að hringja í frændu mínu á Skagafirðinum og láta það vita þessi á leiðinni. Þá mæta þeir ekki á völlin. Þeir nenna ekki þeirra trúðalistamætin. En svo er kallað þetta. Kallað er okkur trúðalistina? Já. Og eru þið búin að negla leik? Hefur þú verið með Auðun Blöndal á Sauðárkróki? Já, ég verið með á Sauðárkróki, já. Það er rauninni trúaleg upplifun. Já. Í rauninni fyrir mér. Hver? Wolves! Hæ? Er Wolves, herðu, 7.50 stöðuð. Strand Larsen, maður. Hann er ekki Strand þessi. Þetta er ekki Víkartindur. Sá strandaðum. Herðu, þetta var... in-play bettin eru að hitta ekki eðlilega. Er ennþá 1-0 í Madrid? Nei, er ekki 1-1? Það er 1-1. Vinni. Já, það var 1-0 sem sagt. Já. Þar lá nýfurinn nefnilega gröfna kunni, sko. Ég var ekki búin að gleyma að vinni, en ég held að staðan væri þar 0-0, sko. Pældi í því að Brighton sé að fokka mér upp. Káa er að taka HK og svoleiðis, sko, pakka þeim saman í Faralundi. Já, það 21-13. Skiptir ekki öllu máli hvort þú tapir stórt eða lítið úr. Hvað segir þú? Hver? Nketiah fyrir Graut. Já. Skoraði daginn og núna Raut og hjálpa liðinu að íta sigrinum yfir línuna. Er eitthvað smá séns að fá G. Birgis til að skalla þetta blessaða egg sem er á borðinu? Þetta er það. Það er eiginlega búið þetta að kalla, sko. Það eigum við ekki fleiri eða? Jú, það er út í bíl. Ég ætla að dónita egginu mínu til því. Það? Siggi er... En er það ekki naflinn sem að skalla nú yfirleitt svona? Við erum mest að skalla. Hæsta ennið. Sko Siggi gaf ekki, ég er búin að vera að létta. Ég er svona grenningaráðgjafi. Grenningaráðgjafi? Já, ég er farin að vinna sem grenningaráðgjafi. Já. Já, ekki næringafræðingur eða eitthvað svoleiðis, heldur grenningar. Nei, sko, næringafræðingar sem fara í skóla eru nú yfirleitt þéttasta fólki. Ég er grenningar og markþjálfunar þerapisti. Það er raun það sem ég er. Ég er svona tekið þetta skrifir lengra. Það er svo stór steinn þarna. Passaðu rauðinskassi á nafnunum. Á ég ekki að, já, við þurfum ekki einhvern veginn að... Það er ekki að setja varpeinum á þig og þú skallar hann? Jó, á ég ekki að vera hér? Nei. Þá fer allt út allt hér. Þá verður þetta bara svo svínastíja hérna. Já, en ég er ekki að teipa... Við hefum þurft nokkra drykki viðbútt til að skalla þetta á ferðinni. Á ferðinni. Það var að loka pókanum, snúa alveg að laupa á hann. Þá fer þetta ekki neitt. Það er ekki hægt, þetta er bara svona sellofót, sko. Jæja. Hann er svo skynsamur hann Gunnar. Á ég ekki að fara hérna? Á ég ekki að fara fyrir fram? Skalla þetta. Já, ég skalla þetta hérna. Við erum að sjá þetta almennilega. Já. Loka að skalla þetta helvíti. Passaði bara. Getum við fengið eitthvað good shit lag hérna undir? Hvað segirðu? Já. Getum við fengið Marquez lagið? Settu Marquez lagið undir. Settu Marquez lagið, eru þið klárir? Ég er þetta alveg skítrættur að... Hvað? Þú sé bara skalla úr þið? Nei. Það er ekki. Nei. Þetta er svona.
Ok, þú að halda fast bara í pókan enda. Já. Skanna þetta. Er þið klárir? Já. Þetta var alveg skalli. Samfærandi. Þetta var samfærandi skalli. Þetta er svo geðveikt lag. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Er naflinn trúaður? Já, naflinn er heldur betur trúaður. Já. Er einhver, þú veist, það er rosa skrítið að vera ekki trúaður í dag. Já. Þú veist, það er Það er aðsnæðilegt. Ég er rosa kristnikall, sko, alveg. Sérðu hér og líka, sko, hvað eru að lesa leikinn rétt, Sambó? Eru þeir með gúmmí hérna? Nei. Hélt ekki. Þeir eru að lesa leikinn hárrétt. Eru þið ekki gúmmikallar? Hjörvar var það. Ég er svakalega gúmmikall. Já. Ég hætti eftir að naflinn lagði mig einhelti í Króatíu. Það er að fá sér gúmmí. Ég hef búin að koma þægilega fyrir í hérna flugvélni. Sá að það voru hann Haribo bánsar eftir sölu. Ég sagði við hann að flugfröðuna fá eitt poka af svona bánsum. Bánsarnir koma og ég bara, lífið gati ég verið með það. Sér naflinn mig með gin og tónik og bánsana mína. Hann böggaði mig bara allar tíma. Það var alltaf bara, hérna veit ég hvað aðeins fleiri bánsar. Þannig að eftir það hef ég lagði ég bánsunum. Þetta var bara eitthvað bandalasta sem ég séð þetta í Ég vissi ekki að vera glæpur á hósum bánsa. Ef að það er glæpur, þá munir setja inni, sko. Já, það er það. Það er glæpur. Það er svona, það var... Menn læra. Það er stál í Mosó, það er 15-13 í fjórðusvinnu. Nú. Fyrir afturöldingu. Já. Og völararnir að spila okkur plakka? Já, þær eru í þessu svona... Þetta er svolítið nýja skólaplagg sem þær eru að spila. Já. Það er meiri tradisjonalism í afturöldingu. Enda, þú veist, hefðin og titlarnir og allt það. Það er þar. En real, eru þeir að banka? Í alvegni? Ég er búin að vera fast í 2 daga, þannig að ég er aðeins að hitta maðan upp fyrir kvöldi. Já. Hvað eru þið að fara að geta þarna? Eru þið að taka pulsuna? Nei, kleinurringir. En af hverju er enginn hefð á Íslandi fyrir pulsuhátið? Dýfa brauðinu í vatnið. Ég ætla að gera það. Já. Dýfa kleinurringum í vatn og... Já, þetta er kleinurringir. Það þarf að gera það? Já, sulla ógeðslega mikið og vera... Já. Það er alltaf ógeðslegur bara. Já. Þú ert líka bara... Nei, ég ætla að reyna að gera þetta snyrtilega. Nei, Tómas. Það vantar þetta vinningin talið í því. Þú ert bara að fara að gera allt til að vinna. Vinur, ég er að fara að vinna þetta. Já, ég er að segja það. Þetta getur verið snirtilegur að neitt svolítið. Þú ert bara að fara inn í þetta til að vinna. Ég get unnið þetta og verið snirtilegur þannig tíma. Það er reyndar ultimate diss. Já. Það er reyndar alveg rétt hjá þér. Annað rautt á Crystal Palace. Ég sé það. Og þeir eru yfir það ekki? Jú. 2-1. Það er nú fallegt. Ok. Markið ekki. Er það ekki bara... Ég verð að gefa mínum mönnum í Macron það að Crystal Palace búningarnir eru líklega fallegustu búningarnir í Premier League. Já. Þetta er helviti fallegt. Já. Hérna... Sko, enn að setja... Sko, Jude Bellingham skorar alltaf einhverja svona ótrúlega vinnara á 97. minúti. Það er alltaf gott pick. Cheeky bet. Þetta er eitt stykki cheeky bet sem að hann er að koma hérna með. Já, 12 mínútur. 12 mínútur á Palace og Brighton og H. Albion. Þetta er nú lið, það er svona fyndin rígur á milli þessar liða, það er svona erfitt að útskýra. Það er rosalega fyrir betti mitt og Brighton myndir nú setja 2 í grímuna þeim. Já. 2 með fleiri. Nú þurfa að menna stimpla. Gamla góða handboltastimplun. Já. 11-9. Já. En að gera eitt, taka markmann út og setja bara út í leikmanninn. Ég hef oft pælt í því. Að klára. Ég hef oft pælt í því. Já. Leikinn miðjumann. Já. Já, hvernig er fantasy-liðið hjá Doxson fyrir bestu? Ég skal bara viðurkenna það, ég er ekki með fantasy lið. Var Hjöppi svona gól í vítaskipta í den? Nei, en við getum fundið mark sem ég skoraði á fótbolti.net. Hæ? Já. Þú férst eitthvað vítið þarna? Ég fekk að taka einu svona vítið. Það er eina markið mitt á Íslamóti. Já. Fótbolti.net, ef við searcha það. Það er rosalega, þeir eru með countdown hérna með steypistöðinni. Já.
Hérna tel ég í fyrsta leik. Matti Dalmæ strax byrjaður að... Það skrifaði Hjörvar Stálúlfur. Matti Dalmæ strax byrjaður að... Stálúlfur. Já, taka til. Já. Kúka. Já, svona, kúka. Já, meira. Stálúlfi. Það þetta opnaði þetta egg var opnaði hérna, sko. Já. Ég búin að borða bara... Ég í aðhaldi, ég snertið ekki. Ég bara í kappátt í kvöld, sko. Stálúlfi. Þetta var augnablik Stálúlfur. Já, og var þetta móti sterkjulegu Stálúlfur? Já. Ekki bara einfaldar að googla þetta? Hjörvar augnablik, mark, víti. Ekki borga á réttum tíma. Hjörvar að blösa ekki bara. Myndir hennar ítt á þetta? Ég er ekki borgað á réttum tíma. Nei, það var... Já, þetta er þetta. Þetta er mítið mitt. Þú ert eins og ég. Áhuga maður að fá borga fyrsta Greitt, já. Já, það byrjar á smá léttri Ryobi-jólisingu. Svo fáum við markið. Já, saman og mann eftir þessu marki. Heldur betur á móti Stálúlfi. Hérna er þetta, sjáðu þið hérna. Þessu þetta. Fæ hér. Já. Það er eitt vitið þótt. Setur markmannin í vitla. Hvað, varst á gullu? Akkur hættir við að þetta... Sandaður? Nei. En... Býttu, var þetta keli fyrir áttan? Svolaðist tilbaka? Ég er bara bull... Hvað er... Nei, þetta er ekki keli. Nei, þetta er ábúinlega einhver annar. Líkt honum samt. Já, líkt kelanum. 6-0 sigur. 6-0 sigur. Þetta var bara inn á fót. Herru, þetta er á Versalavelli. Já. Þetta er svona... HK hverfið. Estadio Versales. Já. Estadio Versales. Þannig. Ekki borgað á réttum tíma. Sjáu þið þarna, sjáu þarna er gömul mynd af mér, sjáu þið. Sjáu þið skóna. Engin stælar þarna. World Cup svartir. Ekkert prjál. Ekkert helvitis prjál og Úlsport hanskar. Býtu, þetta er... Treyjan er hummur. Er platan undir lituð það? Er það alveg svartir? Hvað við? Já, nei, það er ábúinlega ekki litið. Þetta er bara ábúinlega hittir svona á. Býtum við. Ég þekki nú þetta grindverk. Já, þetta er Kópavogsvelli. Er þetta Kópavogsvelli? Já. Þetta er Kópavogsvelli, hann sátum við þetta lítur, sko, þarna, akkurat þarna lítur þetta sæmilega út eins og gamli varmavöllurinn, eða þess að varmavöllur upp í Mosó. Það er hlaupbrautur fyrir aftan, svo er svona grindverk og svo kemur grassbrekka. Já, en sér líka, þetta er bara kennsla hvernig á grípa boltan. Já. Þessi hérna. Já. Er þetta ekki líka í NFL-inu að sko vætrisíðanir, þeir eru með þetta svona, þeir grípa svona? Hér, já. Þeir vinna mikið með þess að mynda mér og sína... Já, það er wide receivers. Maður hefur séð það í þessum hardknocks-þáttum, þá er hérna mynda. Við erum aðeins í úrslit sem eru dottinn inn. Það eru náttúrulega einhverju leiki búnir. Við erum í rosalega... Herðu, það er enn eitt rauða, það er jólakort nr. 3. Það er þriðja jólakortið. Það er núna á Brighton. Já, ég er að segja, en þriðja rauðspjöld í leiknum. Rauðspjöld? Já, þetta er búið. Anthony Taylor, he came for a show. Já. Van Hecke farin út. Já. Hann kom í game and a show. Herru, dinner and a show. Það er engum leiklokið í efstu deild, fyrirgeðu, í hérna Premier League. Nú, Leverkuseninu Heidenheim, Dortmundinu Freiburg, Mainz og Kiel gerðu 1-1 í afturlið, Leipzig unnu Hoffenheim 3-1 og Stuttgart völduðu yfir Bochum. Og Paris Saint-Germain og Angers er að gera 0-0 í afturli. Feyenoord, Robin van Persie, ævintýrið heldur áfram. Já. Þeir eru að vinna Asset Alkmaar. Það er rosalega. Bót og glimt 3-0, Kasper Hög með síðasta naglan í Gamli Valsarinn. Síðasta naglan í kistu Hamkam manna sem nú þínu venn í Eliteserien Hjörvar. Já. Þetta er búið á London Stadium. 2-2. Já, tekur því. Æ, eiginlega ekki. Ekki úr þessu. Ekki úr þessu, nei. Nú, fjölskylduklúburinn Al-Ettifaq, þeir eru á smá ferðalagi núna. Þeir spila við Al-Qadis og það er 1-1. Þetta Wolfsbett var rosalega. Svakalegt. Það var nú bara að gefa hefsinleikum það, sko. I felt it. Gini Wijnaldum skoraði fyrir fjölskylduna. 7-50. Já. Rosalegt. Gini Wijnaldum. Hversu dæmigert er að hann hafi skorað fyrir fjölskylduna? Já. Það er í hans eðli. Já. Skora fyrir fjölskyldan. Já, fjölskyldan Al-Ettifaq fjölskyldan á Íslandi er kátt núna eins og körfuboltafjölskyldan. Hvað er hann að gera í kvöld? Horfa á, mættir að play-off hverna? Já, það er hérna, ætlaði að sé ekki á Valur Þórak og svo er náttúrulega eitt leikur í fyrstu deildinni líka fyrir Pjúrustana.
og setja það á bónaspjallið þar séu horfa Já, áfram körfubolti. Áfram körfubolti segi ég. Minna það séu líka leikir í kvöld. Já, minna og já. Það er ekki bara morgun. Það er ekki bara morgun, það er leikir í kvöld líka. Takk. Jú, það er maður spenntur fyrir Keflavík. Halló, er einhverju leikir í kvöld? NBA. The Los Angeles Lucas. Haldið að þessi var að taka þetta? Nei. Denver Nuggets taka þetta í ár. Titillinn fer ekki neitt. Hann verður í Boston. Nei. Víst. Þeir voru að setja, Boston Celtics voru að setja Austrið er helviti aumt núna. Já, Austrið er bara ekki, það er non-existent. Það er ekkert Austur. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics í úrslitum Austaminn. Boston pakka þeim saman. Þetta er bara, þú veist, baráttan vestrið eða baráttan titillinn. Nei. Jú, það er bara þannig. Hvar eru mínum menn í Dallas? Þeir að fara í the play-ins? The play-in, já, það er að byrja bara Sýnist að þeir séu að fara að ná the play-in. Já, play-in er byrjað bara 15. apríl. Já, erum við bara rétt að sleppa inn? Já, ég meina, hvað, þú treytaði frá þér öllu organisationinu, sko. Og svo eru búin að vera meðsli þarna líka, sko. AD náttúrulega fær eitt leik og meðist. Hann meiddist í fyrsta leik. Ég er ekki á Los Angeles Lucas. Já. Hvað segum þeir? Þeir eru nú eitthvað... Þeir eru í svona 3., 4. eitthvað staða þar. Og það eru í 3. En Jokic. Já, Jokic. Ekki segja Jokic. Ekki segja Jokic aftur, please. Talið við mig þegar þetta var OKC Celtics í finals. Celtics í 6 leikum. Nei. Celtics í 6. Celtics í 6. Hvað meinar þú? OKC er mjög skemmtileg saga núna, ungir, spennandi, mjög flott lið. Vinna eflaust á næstu 5 árum. En the know-how er í Nuggets og Nikola Jokic er Nikola Jokic er going down Nikola Jokic er going down Nikola Jokic, hann verður top 10 of all time. Ég var að byrja með nýtt hlaðvarp sem heitir Hrein Karfa, þar sem að ég er hérna bara fer yfir svona, þetta er faglegt hlaðvarp körfubolta. Þar talaði um þetta sé líklega besta OKC-lið sem við séð. Nei, það er betra en 12-13. Alls ekki betra en Harden, Westbrook, KD og Ibaka, Serge Ibaka. Þetta lið núna er á kaliberi við það lið, sko. En þið vitið samt ekki hverju vinna þetta. Það verða the Golden State Warriors. Nei. Steph Curry, Jimmy Butler, playoff Jimmy Butler og gamla bandið trekkir í eitt loka leg. Leifur Átnason, hann er að fara að bróka því næsta þetta. Ef þetta á að vera sigurverðinir. En þú verður bara að hlusta á hlaðvarpið, Hrein Karfa. Já, það var ekki bara að kíkja á þetta. Og það er eitt sko að tala töndur hinn íslenska í því hlaðvarpið. En faglega heitir. Er faglega heitir það? Ekki að tipla á tánum. Nei. Ekki þess að köttur í kringum heitagraut. Að sjá. Það er konar 100 mínútur á klukkuna. Þessi nýju hlaðvarp. Bolti með Gunnar Birgis. Hrein Karfa. Hrein Karfa með Hjörvari. Hrein Karfa með Hjörvari. Þú fyrst nú að hlusta á fyrstu 2 þættina. Ég var að byrja með eitt líka. Hvað? Hitt og þetta. Þá fæ ég til mig svona fólk og bara spjallum hitt og þetta í rauninu. Það er svona fyrir að droppa. Hitt og þetta. Hvað segir við hérna? Tala um Jútlundum. Það bjó svona hálft ár. Bjóst í út. Hitt og þetta. Tómi Steindós spyr spurningar sem aðrir hafa ekki þorað. Já. Herrum að sjá. Eru hinni leikirnir búnir eða? Getið fengið 5 cent Stephen A. Smith og hans meltdown gegn LeBron. Það var nú ekkert meltdown. Sko, ég meina, LeBron vindur sér þarna upp á honum eftir eitthvað leikin af því að Stephen A. sem er náttúrulega bara faglega heitinn í gegn. Mætir hérna I get all that. Mætir í eitt þátt og segir bara að LeBron James þurfi að líta sér nær og hætta að spila stráknum sínum sem að virðist ekki vera nægilega góður fyrir NBA-deildina. Bronny James. Ronny. Það fer fyrir brjóstið á LeBron sem að fer og veður í andlitið á honum eftir leik hjá Lakers. Og Stephen A. sagði bara sagði ekkert við hann þá en svaraði þessu síðan í þættinum og hann getur meltdown. Já, náttúrulega síðan fer LeBron í Pat McGee þáttinn og Pat McAfee. Já. Og fer svolítið yfir þetta þar. Já. Ræðir þar við Steve Nash. Já.
Steve Little Nas. Sem áttu nú alltaf eitthvað í Tottenham. Já. Keifti eitthvað lítinn hluta. Hann mikill Tottenham stuðningsmaður líka. Kanadamaður. Þvílík varsla. Þvílík varsla. Crystal Palace. Þeir eru að sleppa með skrekki. Það er endar ennþá sko... Er Hennessy inn í ramanum? Nei, Henderson. Henderson. Ég er Hennessy. Þetta er Dino. Já, ok. Þannig að sko Stephen A. Smith finnst mér svona allt í lagi sko, en hann talar alltaf you know, me and AI, we go way back. Það er alltaf að byrja alltaf... Já. Hann er náttúrulega, hann er mjög stór hérna og hérna... Ég er skipmaður sko. Skip Ellis. Já. Hann er náttúrulega bara búinn að búið sér til feril á því að þóla ekki LeBron. Ég sé hann sjarp maður. En sko, Stephen A. gengur kannski aðeins, hann fer aðeins yfir striki þegar hann talar að I would have swing on him. Þú veist, hann talar sko að hann hefði slegið til hans ef hann hefði komið nær honum LeBron. Þú ert kannski ekki mikið að tala viðfangsefniðin og barsmiðar í sömu. Nei, og líka bara, þú veist, þetta er gamla góða skilur. Já, ég hefði lag með hann. Ég hefði lag með hann. Sagði LeBron hann hefði? Nei, Stephen A. sagði það. Stephen A. hefði átt að... En LeBron hefur samt sko... Og já, Sigur Davíð kemur hann með það. Hann er búinn að vera mjög góður í G-League, en Já. Ertu ekki að taka G-League? Já, ég er að fylgja með G-League. Og síðan er þetta Mass Madness. En LeBron er að fara samt leiðir sem hann hefur ekkert verið að fara áður. Hann hefur alltaf verið above þetta dæmi. Já. En núna er hann farin að posta á Instagram einhverjum svona bandir á Stephen A. Mér fannst það svona... Það fannst mér hann tapa sko. Já, láta þetta bara eiga sig sko. En LeBron er þetta business maður. Stephen A. náttúrulega vinnur á þessu af því að hann er náttúrulega bara að græða klikkin. En endar þetta síðan á því þegar LeBron hættir, þeir fara í ringin, eitthvað svona dót. LeBron er business maður. Nei. Ekki vann einhverju í þessum Marrakech-leik hjá okkur? Það er með allt on núna sko. Aha. Það er með allt on, það kemur. Sælar. Herru, í dag er hringi í Dan Óla, það er afkomu viðvörum. Aðkomu, byrju. Heyrðu í honum. Danni. Ég ætla rétt að vona að Real set ekki vinnurinn sko. Já, sko, við erum búin að gera honum grikk í dag. Heldur betur, tókum hún í raskætti með Wolfsinu. Heyrðu, Nablanovic. Hún segir mér. Hvað sagði Nablanovic? Rassatal. Já. Nablin. Herðu, Nablin. Erum við að bjóða okkur út í Marrakech? Hittir einhver? Það er einn heitur sko, það er mjög margir náður. Það hefur verið allir bara með 20 sem vestarleik. 2-2 í vestarleik? Það er mjög erfið úrslit. Já. Ok, 2-1 í þessum leik var lesið. Á vissan átt. Í Palace Brighton? Já, það ekki. Og 2-1 fyrir Wolves. Hvað vantar, er allt on og eru leikinnar klárast? Já, ég er að klára sjálf þessi fleri. Það er einn kominn. Þannig að kannski að sé ykkur annar að tjena það. Já, shit. Herðu. Það er rosalt. Herru, hvað haldið að Breiðablik vinni stórt í kvöld? Er þetta 3 mörk? Nei, 2-0. Svona bara mjög þægilegt 2-0, já. Ég segi 4-1. Kosta 2-0. Ég sagði 3-2. Það var nú bara kannski góðmennskan í mér sem sagði það. Ég held að Toni fá ekki á þessu mark. Já, þú í þinni treyju og allt þetta, vilt þú ekki að hvort liði gerir mistök? Jú. Já, það væri hinn fullkomlega leikur. Hvort liði myndi gera mistök? Já. Og ef allir myndi komast vel frá þessu sleppa heilir. Já. Ég held að Axel verði harður í dag. Hann var í fresh fade í gerð sko. Hver var ekki í þessu fresh fade hjá þér? Fresh fade. Já. Kunnið að feita? Ekki sjálfur? Nei, ég læt Viking Blends. Hvernig var ekki YouTube að reyna fyrir mér? Ég læt fagmenninu það. Sko, núna í dag þá nennir ekki strákur að læra hárgreiðslu. Þegar þú áttu að þú kunna að gera permanent. Þeir fara ekki til skóla. Þeir bara eru, já. Þeir læra þetta bara á YouTube. Bara fresh cut. Fade. Læra bara að gera fade. Það verður þeir í góðum málum. Pálmar að spyrja hvað er langt í að Hjöbbi verði betri en Gunni í golfi. Það er svona hálft ári. Næsta lífi. Næsta lífi, já. Ég myndi halda að það væri næsta líf væri bara nokkuð líklegt. Það er nú séns þar. Það er séns þar. En sko, fundamentals of the game er ég betri en hann í púta. Ég sé ótrúlega pútvídeó að þér og bara svona ofmörg að þetta sé tilviljun. Þetta fyrir erninum hann, það var rosalega. Þið þarna úti sem ykkur langar að fara að taka stórvinninguna á þessu Texas mótum sem eru öll sömur og allir svindla á.
fá því Hjörvar með og þó ekki verið nema bara Hjörvar bara með pútinn, bara labba með pútinn digg, setja niður 8 metra pút digg, 9 metra pút En maður sá það svona á Instagram og svona ef einhver vinnur þess að ferði eitthvað til Marrakech þá að ringi í Búlisborg og svona bara upp á skemmtunina Þeir voru kongarnir í þessari Marrakech-ferð. Þeir voru kongar innan og utan vallar. Já, þeir áttu þessa ferð svolítið. Já, það voru oft svona menn sem ætli góldaginn eftir en þeir lentu í búllis nóttuna. Það var bara að drekka með búllis. Það kallar að bjarna Ara klukkan 5 nóttina. Sko, ég verð nú reyndar ungu gæðarnir í þessari ferð, eða þú veist, ungu gæðar, þetta er bara gæðar upp á 20. Ekkert vissna, bara njóta lífsins, hafa gaman, mættir á teig 8:30 og maður bara eitthvað byrju, voru þið ekki að koma heim? Ekki nema þegar þeir lendi í búllis lendi í búllis þá fekk maður símtalið ég ætla að sjófa til háttegum djúvill var spilað maður það svo mikilvægt svona ferð þegar þú strákar að það sé unlimited golf það þarf að vera 36 fyrir þess að brjáluðustu ég meira í 18 svo kannski léttum 9 hólu Texas og þá hérna birdie fleigurinn með og eitthvað svona getum við séð hérna, er hægt að horfa einhvers staðar á Real Valencia Ég læfi Real Valencia, já Er ekki læfi? Er þetta læfi, já af því að nú erum við að koma inn á tímapunktin þar sem að hérna við erum að koma inn á tímapunktin þar sem að við erum að vera Bitu við erum aldrei verið svona lengi Er þetta Við erum aðeins lengur Er þetta Gústi vinur minn? Já, verð ekki með Gunnar, þetta kemur í ljós Þetta kemur allt í ljós Þetta kemur allt í ljós Við erum komin að sér langt í þetta heyrðu, kemur í ljós Þetta ok Shit Er allir leikindi búin? Gústi vinur minn Þetta er kongur, þetta er kongur Jöfusins kongur Vel gert Hann lendi þessu bara What? Þægilegt bara kortir í 2 Já, herrið, áttum minn, ég var að vinna ferð til Marrakech Er það ferð fyrir 2 Þetta fyrir 2 líka Frúin með Shit Við sko, ég myndi gera að ég fengi svo ferð Ég átti að bóka Nobu hótelið taka setti með, spila 4 mismunandi velli eða eitthvað og þú veist, taka þetta allar leið Þetta þú veist, að geta að fara í beintflug til Afríku That's fucking amazing Það er amazing, það er rosalega Það var svo gott veður og allir svo næs Hvar veður gott Góður matur, geggjaður matur Svona Tenerife veður Þurrt Mínusrókið Mínusrókið Það er ég Gústi, það er, þú veist Þetta er Gústi Gústi Unnar Kristinsson, þetta er bara kóngurinn bara óður hans var að dæma hjá mér upp í Faralendu áðan og þetta er bara Það voru fjölskylduvinir Þetta er bliki, já ég er fjölskylduvinir Það er gaman að gleðja sem er í núna Það er gaman að gleðja líka íringa sem það er verið mikið niður fyrir þegar stjarnan rúlaði yfir og Já, sko það er 1 leikur nafli Já og þeir eiga spurning með Leo Curtis HK er að vinna þriðurina Nei They ain't done yet They ain't done yet 1915 Þú búinn að kalla öllum illum nöfnum Nei, það er ég ekki búinn að gera Það eru 2 mínútur eftir í leik Real Madrid og Valencia Ég vona fyrir gjaldkeran hjá Epic að Valencia haldið þetta út Núna er gjaldkerin að fara á taugum Valencia var að skora Ha? Býtu, ég að horfa á leikinu þar. Hvað er þetta? Allir, hversu leiðin þú getur þessi gæi verið? Herru, þetta moment er ónýtt. Þetta moment er ónýtt. Þeir voru að skora. Herru, við erum að horfa á leikinu þar. Allir hafnir. Cancel þessu manni. Hörðu, þetta hefði verið þvílíkt moment Nei, það er alltaf við vitið Hann snýr sér rólega við í sófann Herðu, Valencia var að skora Það er ekki búið að heyrast í honum Þetta er svona svo daginn það var Hjörvar bara að kaupa sér einhvern drikk í Króninni búinn að stilla hann upp í ískapnum kemur sér í túbortíðina það var allir með Þetta var svakar Það er eiginlega að tapa Já, ég sé það Allir veit allt um það Allir veit allt um það
Þetta var ævintýralega gott. Bíddu, á hverju Courtois ekki markið? Meiddur? Alli. Þannig? Meiddur? Courtois, hvað er lensi að vera að skora? Shit, faglegt mat á Eagle Golf. Það bara geðveikt. Bókið Aron sérstaklega. Með svona vera að stíla á yngra fólk. Þetta ekki þessar gamlingja golfferðir. Þetta party, þetta rugl, þetta bullis á 300. Shit. Eagle Golf. Á bullis í grímuna á 300. sko. Já. Þeir geta drukkið maður. Já. Búlisbrósanir sýndi mér það líka. Ég get alveg mætt þarna og ekki að spila golf. Það bara veistla þarna. Það bara AM to PM drikkja þar sko. Já. AM to PM. Það bara, þeim er alveg saman á þessi AM. Þetta var líka, þeir voru líka nýkonur frá Portugal. Já, það eru góð markvarsleðnar, Rúdiger í færi. Þeir geta drukkið sko from AM to PM. Býtu, Rúdiger að meðast? Rúdiger átt? Nei, það ekki. Einvíðið við Arsenal að fara þarna? Nei, það fór með Gabriel. Nei, ég að segja bara einvíðið hjá Rúdiger. Hann var ekki rángstæður. Þannig að hann var þetta bara. Hann var ekki rángur. Nei. Það tötsi þetta. Þú tötsar náttúrulega ekki með hægri fæti þarna. Það er samt fínt tötsi á hann. Hann situr hann vel fyrir sig. Töts með vinstri fæti og plaff. Já, þú ert bara ánægður þessi ekki tekið á móti boltan bara í höfuð, sko. Ég að borga með það mikið í launa. Ég vil bara geta. Það er dúi að skora. Dúi líka? Dúi? Þór Jónsson, setja hann fyrir BS. Þetta var nýji Liverpool-markmaður sem varðið svona vel. Hann Marmatasvili eða Georgi maðurinn Geði. Já, hér sjáum við markið. Við erum að horfa núna á markið þegar Paris Saint-Germain. Þetta er sæmilega þjónustan þetta live í dag. Já, geðvitt. Verða þeir með fyrst deildin í árið? Já, það sem ég ætlaði nefnilega að segja ykkur er að kemur ljósa Heppi í skítamóral. Hann syngur svo enginn. Já. Heyrðu, hann á okkur stað og það er bara einhver, þeldi okkur söngur að taka svona hitslög og syngja öll borðin. Reif Heppi ekki bara á hann mækin og sagði bara, heyrðu, ég skal sjá þetta lag. Þetta var bara svona eins og Jesú. Já, ég frétti bara á hann, já. Hafi mætt, þetta var bara eins og einhver engill var að syngja. Það er rosalega. Hann var á fliklinum líka núna helginu á Götubarnum. Já, það var allt vittlust sko. Og já, ég meina, ef þú ert í skímó þá verður þú geta sungið. Þeir geta það eiginlega allir. Góð punktur. Þetta er flottur punktur, Tómas. Þú verður bara að geta sungið. Þú verður í raun og veru að geta sungið. Þetta er góð punktur. Ég talaði strax um það þarna úti að fá hann af bassanum og í söngin. Já, hvað er það að setja bara Gunnar Óla, Einar Ágúst og alltaf eitthvað, þú veist það ekki alls. Einar Ágúst Einar Ágúst ekki lengur í. Mjá. Shout out to a real one. Þetta er búið þetta. Aha. Það er ekki? Jú. Takk fyrir mig. Takk Róberti Vestmann fyrir vínið. Sambó með ekkið maður. Sambó með ekkið. Já, sem ég skallaði. Bætt á mig maður. Já, þú ert sko, nú hefur þú verið að senda mér skilabóð því ég er nú líka grenningaráðgjafi. Já, ekki grenningur og marktjálunar þerapisti eins og ég, já. En þú komst, hvað er ráðgjöf til mín fyrir 3 mánuðum síðan og eins og ég sagði, borða holt, hreyfa sig. Já, akkurat. Það var svona það sem ég kom með. 14 og 9 mánuði, ég sé ekki eftir því. Nei. Ég sé ekki eftir því. Nei, eins og ég segi, við gerum þetta. Ég sagði bara við þig, gerum þetta saman. Já, gerum þetta saman. Og það var saman. Og endilega við komum alltaf greiningaráðgjafa sem er samt að geta páskaegg sjálfur á kvöldi. Já. Spínat, ég mælu með spínati, vel að Eini maður sem hefur ekki snert páskaeggið, maður sem skallaði það. Já, þú ert alltaf helviti agar í mataræði. Já. Hvað ertu þungur? Ég er aðeins þungur núna, ég held ég sé 61 kíló. Já, veist hvað er langt síðan, ég var 61 kíló. Bara fæðingu. Það er bara, ég var bara að vera að fermast í kringu sig. Já. Ég var orðin svona 85. Já, ég sé það. Já. 90 + 4, KFR. K.A. er það Haugadæmið? Já, það er ásættir. Voru þið búin að heyra með Haugana þegar þið voru að víja höllina sína og mættu íhá? Já.
Þetta var svona, þeir héldu að þeir væru bara Harlem Globetrotters. Auðveldaleik. Leifum krökkunum að sjá eitt sigur. Fengum bara eitthvað íhá, mættum eitthvað fyllibittur og allir Hrafnkell sann að Nei. Eitt. Ég veist að hversu mikil mútkillir var þetta. Akkur fengur ekki bara Stjörnunni Ómar Ragnars eitthvað. Þeir alltaf umlega. Þetta var rosalegt sko. Já, einu sinni satt ég með Ómar Ragnarssoni og hann var sem með brandara og hann var svo ófyndinn brandari að ég átti svo erfitt með að hlæja á hann sko. Ég svona bjóð til eitthvað svona ég á ekki feiklátt. Já, þú átti ekki feiklátt. Hann semst var þannig, veistu hvað samið með mannstjórn Edit og Stjörnunni Ómars Ragnarssonar og ég segi, nei, hvað er það? Það er Jónsson í báðum liðum. Það var því Átni Jónsson var í Stjörnunni og Ronny Jónsson. Og ég bara, já. Ódýr þessi. Þið vantar... Það var nokkuð ódýr Þegar þessi. maður hugsaði eftir á, þá var þetta góð brandari. Blöð þarf að kenna þér eitthvað feiklátur. Hann er búinn að mastera hann. Já. Það er hann líka svo viðkonnulegur. Já, hann er það. Ótrúlega viðkonum Hver? Blöðurinn. Já, ég vinn með, við vinnum við sem byggingu, sko. Já. Ég veit allt það. Hvernig er hann? Er hann alltaf léttur eða? Já, alltaf létt yfir honum og alltaf humble. Já. Stay humble. Já. Stay humble. Það er erfitt fyrir hann örugglega að ná því samt en einhvern veginn fer hann að því sko. Ég sagði við hann daginn, það eru menn að núti, þetta er líka við Gunnar Birgis, sem drepa fyrir að vera eitt að eftirfærandi. Þeir eru með allt þrennt. Þeir eru ríkir, þeir eru frægir og þeir eru sexy. Já. Þeir eru með allt þrennt. Blöðurinn er með það. Blöðurinn er með það? Það er rosalega. Já, svona vinkonum mín er svona blöð, svona, bara fín. Já, það er svo lágvaxin. Já. Og no offense. Já, nei. Nei, en bara mikið af vinkonum mínum er alltaf bara eitthvað flottur gauður en hann er bara aðeins lágvaxin. Það er ekki blöð satt alveg 1.75 eða? Það eru svona stelpur sem bara taka ekki undir 1.85 allavega, sko, 1.90. En svo eru aðra sem að vilja. Þetta er bara... Já. Það sé alveg á hreinu. Já. En þú veist, þetta eru skipta skoðanir. Bara skipta skoðanir, það er bara þessu eins og öllu. Já. HK tók þriðurina, þannig að draumurinn lifir. Draumurinn lifir. Það er 2-1. Við tökum hérna blækið hérna. Við lúrum aðeins eftir. Takk fyrir í dag.